Góða kvöldið og velkomin í stórmeistarmót ljóslegara deildarinnar. Það síðasta kvöldið í Sviss-systemun okkar að fara á stað í kvöld og þetta í fyrsta skipti sem ég fæ að vera með þig, Leo. Þetta geggjað. Í mjög langa tíma. Já. Við erum einhvern veginn alltaf búin að vera öfugu megin, þannig að we're lucky tonight. Já, þú ert öfugu megin núna á borðinu líka. Á borðinu líka, aldeilis verið að snúa upp að hendina á mér en ég bara tek því. Ég þurfti að snúa upp að hendina að vera rækilega til að fá þig þarna yfir, sko. Ég var svona, sagði ekki hvað, passive-aggressive about it. Ég var svona, ertu viss að þetta það sem við viljum gera? Já, ertu alveg handviss. Síðasta umferðin í kvöld, árunum förum í 8. úrslitin í næstu viku. Þú verður út að tana reyndar. En ég fylgist með. Þú fylgist með, 100%. En eins og sæmir þá í loka útsendingunni í þessu Sviss-systemi þá eru að fá góðan gest. Andri Steinn frá, það XD í Kópavogi sem að kemur til okkar hérna og Við klöppum fyrir því, hérna bara. mikill og góð síðan. Já, velkomin. Þetta næsta sem ég mun einhvern veginn komast í að vera í útsendingu frá Counter-Strike einhvers staðar að standa hérna með ykkur í þessu setti. Maður veit aldrei. Ekki selja það útvíst. Ok, höldum svo opnum. Ok, þú ert í Sjálfstæðisflokkinum, þú ert í 3. sæti. Hvað er á að tala með það? Já, við erum núna bara alltaf fullu, styttist í kosningar, það er annar laugardagur, þá eru kosið í allt land, hérna í Kópavoginum þar á meðal. Núna erum við hérna einmitt í turnunum hérna á sjöttaðinni frúan að taka samtölu við mannskapinn hvernig við sjáum bæinn núna næstu 4 árin. Bara virkilega svona góður andi í þessu öllu og bara geggjað að fá að vera hérna og ávarpa mannskapinn sem er hérna heima í stofu af því að það skiptir virkilega miklu máli að við styðjum núna vel við þessa borgaralegu flokka sem vilja halda álögum lágum eins og við getum í Kópavogi. Við styðja vel við íþróttir. Þar á meðal rafíþróttastarfi sem er hérna í salnum. Og svo náttúrulega eins og vorum að ræða þetta áðan. Skjálti, hann var góður. Já. Ég meina hann er uppalinn í Digranessi. Erum við ekki að fara að halda hann það bara? Jó, eins og ég sagði áðan. Ég man þegar ég var barn. Og við vorum alltaf að spila hérna eins og leiki, Counter-Strike og ég heldur aðalega í Warcraft 3 var svona mikill Warcraft 3 Frozen Throne hérna haus sko hérna en skjálti þetta var fyrir mér fjarlægur en það var gaman að sjá hérna hann skjóta aftur upp kollinum og ég held að ef ekki bara lýsa hérna yfir að skjálti verði bara hérna í Digranesinu á hverju einasta ári núna ókomin ár. Það verður náttúrulega gegn. Heyrðu það fyrst hér. Þú ert sésari í húð og hár eða ekki? Ég segi ekki í húð og hár en það sem Arena hefur gert fyrir svona mig og vinahópinn er að við erum að droppa hérna inn á og til og grípum í pinnan og hérna, maður er að ná framförum hérna á fertugsaldri. Ég er miklu betri núna en þegar ég var yngri. Já. Það er bara staðrið. Þú ert búin að fylgjast eitthvað örlítið með stórmeistarmótinu og hérna, hvað finnst þér svona sigurlíkur til dæmis eins og, við erum með eitt leikmann Vega hérna einu með við okkur. Rótgróin, síðan erum við Dusty að sjálfsögðu sem að eru, mistrar akkurat núna. Eru að fara að verja titilin eða? Sko, þú getur ekki spurt með þessu. Ég tjúna regluinn og svona reynda bara með leikina úti líka. Það er svona, ég meira eins og margir tala fótbolta sem að fylgst lítið með að velja sér bara lið þegar að setja við skjáinn. En mér finnst þetta geggjað og skal bara játa þó maður sé, ég veit ekki hvort það sé eitthvað fránt upon, en mér finnst geggjað að henda ykkur nokkrum evrum á annar lið og þú veist eitthvað þegar að fylgjast með mönnum rúlla í gegn. Við erum allir 18 ára hérna. Já, það er bara þannig. Ég meina, ég er bara, það er bara staðan. Engin auglýsing hér allavega. Hvernig líst þér á það næsta laugardag? Þetta er það næsta laugardag ekki sem við erum að fara að kjósa? Jú, ég held að það er mikla sviptingar á fylgiflokkana frá síðustu kosningum og við allan erum sóknir til Kópavogi, við erum að bæta við okkur, viljum að meirihlutann haldi. Ég bara ítreka að það er niðurstaða kosninga það næsta laugardags. Það er verða með okkur næstu 4 árin. Þannig að skiptir máli að vanda vel til verka, horfa til flokkar sem að setja fram raunhæfa stefnu, en auðvitað máta sig við það sem skiptir mann máli. Ég auðvitað tala fyrir ákveðnum gildum og sjónarmiðum og margir sem eru að horfa sammálaðum og aðrir kannski ekki. Það er kannski algjört aukaatriði í sjálfu sér, bara mæta, nýta kosningaréttinn, það skiptir máli. Og eins og kjörsóknin í Kópavogi síðast var 58%. Þetta er lýðræðislegur réttur sem ég held að megi bara hvetja fólk til að nýta. Algjörlega. Hann er ekki sjálfgefinn.
Algjörlega. Á þeim orðum þá langar mig allavega bara að þakka þið kærlega fyrir, nýtið kosningaréttin og kjósið rétt. Og farið nú að tala um eitthvað skemmtilega en pólitík hérna í settinu, en ég er mjög þakklátur fyrir að fá að koma hérna aðeins að droppin. Bara gott að fá þig. Takk kærlega fyrir komuna og gangið sem allra best eftir 2 laugardaga. En á þeim orðum þá ætlum við að kíkja á fyrsta lið kvöldsins. Það er Geir H sem að mun byrja hérna og það er skemmtilegt lið. Já, ég er bara mjög peppað fyrir að reynda að sjá line-upið því ég var ekki alveg búin að fara almennilega yfir það. Jú, maður kannast nú þessa stráka, Ors og Baddi sérstaklega, sko. Ors hefur komið mér á óvart, öflugur leikmaður og hefur svolítið verið svona ekkert endilega í sviðsljósin eitthvað rísastór en hefur poppað upp hjá mér svona í leikjum á Faceit og svona randomli, sko, og hefur alltaf performað nokkuð þétt þar, sko. Ef ég ætti að setja einhverja ræfulstjörnu í þessu liði sem svona gauð sem getur komið og performað á móti, já, bara bestu liðinum, þá væri það, já, hann var náttúrulega í eins og við þekkjum, þá var hann að skara fram úr og ég held að hann eftir að vera stór hérna Lykilmaður í liðinu. Ég er eiginlega sammála því ég hef ekki séð, þú veist, það eru margir leikmenn sem taka þessi highs and lows en hann virðist consistently alltaf skila sínu allavega ef ekki meira og það eru svona leikmenn sem maður er ofta að fylgjast með að þú vilt gæjana allavega skila lágmarki og plus ef það er hægt, skilur við en ég hef aldrei séð hann eitthvað eiga hræðilega leiki, sko. Eitt sem að svona alveg tangent, sko í den, þegar við vorum að spila MR15 það var svona baselineið á náðir í fröggum, það var svona, ok, þú átti lélegan leik ef hann var undir 15, 16, eitthvað svoleiðis. Hvar erum við í MR12? Er það 12-13 eða? Það er alveg góð, já, þú veist, það er náttúrulega færri frögg sem að þetta er neðar. Þú veist, í rauninni double digits er svona, já, 12-13, myndi ég örugglega negla að vera við svona viðmiði. Við erum að spila rosalega mikið af rándum og við höfum talað það áður að þarna, þú veist, það voru 30 rándi í heilum leik þannig að 30 bomban er þannig séð bara eitt fraggileik þannig að nýja 30 bomban er 24. Já, við erum að tala 30 bomba í dag en ánum spennir svo 40 bomba í MR15 sko og það er náttúrulega bara risa performance sko. Já, það er huge performance. Ok, alveg á því, mér langaði bara að fara örlítið þarna og skeiða eitthvað. Smá flashback to the past. Fyndi samt að við erum að horfa á Ors, var í IA, Jiri var í IA, öðru IA heldur en þetta, komni saman í Geir H hérna, Debatti var líka í því liði og pizzadrengur og Bogi pizzadrengur. Þetta er náttúrulega alvöru nikk ef við ætlum að kalla það út sko. Já. Við erum að tala mikil hugsun, það er baka þetta nafn, en ég meina margir kringum sig bara og þetta er ekki mitt, þannig að gæti verið að en ég meina líka ef að þú ert drepinn inn í leik og maðurinn heitir pizzadrengur, þetta er tiltfaktor sko. Já, ég er að tala um 5 skipti í röð og ég er tekin í bakaríið. Þetta nafn er að fara að stuða mig út leikinn sko. Eða jafnvel nokkur ár fram í tíman líka. I will never forget. Bogi líka, gaman reyndur CS-spilari sem að ég held að gæti gert góða hluti hérna. Geir H búinn að fara í gennum þetta Swiss System byrjuðu að tapi á sögu. Unnu síðan hverju voru það aftur? Ég var með að skrifa niður en ég glemdi því. Unnu Hyper sem var reyndar alveg stór. Það er risasigur. Það er góð sigur. Hyper er líka bara svo mikið wildcard lið. Líður svona eins og þú getur unni alla en þú veist, kemur óvart þegar við tapað akkurat. Já, en þetta er alveg lúmskara lið en maður gerir sér grein fyrir. Geir H. Þannig að svo sem er ekki endilega hægt að taka frá Hyper en Hyper einhvern veginn á ofta alveg svona geðveik performance en síðan líka einhvern veginn kemur svona tímabil akkurat það sem þeir eru ekki alveg. Tókum mapp móti Þór, unni Dusty á senast tímabili og síðan bara þú veist, cílingið virðist alveg vera mjög hátt hjá þeim en það er ekkert consistency endilega hvor megin þeir að fara að lenda sko. Það er svona vantar aðeins kannski þéttara skipulag, þú veist, ég veit ekki hvað ég er raun að segja en þú veist, það vantar eitthvað svona þjappat saman performance en hann sé alltaf performa aðeins og var kannski ekki endilega með cílingi svona hátt en ég get alveg séð Hyper breyti eitthvað til á næsta tímabili en já, á því þá langar mig að kíkja yfir á Vata sem að ég hreinlega, það eru margir í þessu liði sem ég þekki, alveg, það eru 3 í þessu liði sem ég þekki bara ákaflega vel. Bara persónulega bara? Já, bara persónulega og ég var ekki að búast við þeim á þessum stað.
Já, ég reyndar áhugavert. Ég þekki náttúrulega, við erum að tala Kirby sem var náttúrulega bara gamall liðsfélagið þinn á sínum tíma. Lokki, spilaði mér með mér í Valorant á sínum tíma. Hann eftir honum var á ágætisleveli í Valorant líka. Hina 3 þekki ég ekki. Þú þekkir Daikaiju. Þetta Bessi. Bessi Já, þetta auðvitað, já. Þetta hingurinn sem var reikinn á liðinu. Já, akkurat. Þetta ég reyndar mjög ánægður að sjá þá svona ofalega og á listanum sérstaklega með allt history sem fór þar fram. En gott að þeirra við náðu að snúa blaðinu við og algjörlega láta finna fyrir sér núna vonandi í 50 umferð. Já. Skemmtilegt að sjá þá hérna og ég hérna og einhverjir aðrir hvar? Við vitum það ekki. Ykkur týndir. Síðan Papo og sjálfsög, Papo og Daikaiju eru bræður. Jú, þetta litli bróðar hans. Já, geðveikt. Þannig að þú veist, þetta svona, það eru skemmtileg storylines inn í þessu liði og svona lið sem hefur unnið sig úr 3. deildinni alveg upp í 1. deildina akkurat núna með smá herkjum og gekk gífulega vel í annarri deild á seinasta tímabili, eiga spott í 1. deildinni og að standa sig svona vel í stórmeistaramótinu og ég held að við séum að fara að fá Þetta verður geggjaður leikur. Þetta verður geggjaður leikur, sko. Þegar ég hugsa þessi 2 lið, Leo, þá ég bara að fara að sjá brawl og ég að fara að sjá einhver deathballs bara lappandi mappið og þetta býður upp á einhver svona ógeðslega skemmtileg play, multifrags og svona vappaplay í þessu mappúli. Þetta verður klárlega mjög villtur leikur, sérstaklega með leikmennina úr Vata þarna inn á, því við þekkjum marga þarna inn á og þeir eru allir svolítið svona wildcardi, bæði Bessi og Lokki og reyndar hef ég ekki mikið verið að fylgjast með Kirby Heiðari en hann náttúrulega bara yngri bróðir bestavinur minns ég mun vera að horfa mjög vel á hann bara þannig get fleimað hann eftir að hann gengur illa eitthvað skilur bara svona aðeins að láta hann heyra ef það gengur illa en jú, ég alveg sammálaður, ég held að þetta verður ekkit endilega eitthvað mjög taktískt þeirra megin ég held að þeir ætla að reyna að brúta sig áfram í gegnum þennan leik. Ég held að verði á báða bóa einhvern veginn bara rosalega einfalt bara pingu puggy CS 100% og ég fíla þetta innfeldni og ég held að þið sé að fara að eiga ógeðslega skemmtilega seríu hérna en áður en við förum lengra þá langaðum við að kíkja á bara bracketin sem spilaðist út eða Swiss-systemi í heild sinni. Ég held að við séum ekki búin að fylla út senasta en mér langar að sjá bara þar eru senastu leikirnir sem við munum spilast og bara svona hvernig við erum búin að sjá þetta spilast út alla leið hingað. Ég er svo forvitin að sjá hvað liðið Vata var enda að taka út þarna í Batco og hjólið á enska. Hjólið á enska alveg nokkuð þéttlið, sko. Þeir eru búin að vera náttúrulega til staðar í allavega 2 ára rugla. Já, ef ekki 3. Þeir tóku þá seríu 2-1, sigruðu meðan annars senasta mappið 13-3 Anubis. Já. Þannig að ég gæti séð að Geir H getur verið smekir við það og Ancient en við ætlum að sjá Dusty, Vega, Þór og Cool Bears og íslenska anime samfélagið komnir í 8. úrslitin og við erum að leita að seinustu 3 liðunum okkar og það á milli Aurora, Team Liquid, Saga, IA, Geir H og Vata. 3 af þessum 6 liðum munu komast áfram í 8. úrslitin. Já, Liquid náttúrulega tók líka Hyper. Já. Þetta eru 2 lið í rauninni sem ég hef ekki búist við að Hyper myndi tapa móti. Geir H var nista, já. Akkurat þannig að það var náttúrulega annar leikur sem kom til greina að lýsa náttúrulega Aurora og Liquid sem var alveg, en svona á blaði náttúrulega leit Geir H og kannski Vata betur út. Já. En stór sigur hjá Liquid þarna að hafa tekið út Hyper og slegið út á móti, sko. Maður hefði haldið að Hyper myndi koma ekstra lokt inn í þannig leik og við erum ekki að fara að láta slá okkur út en eitthvað hefur farið úrskeiðis hjá þeim, sko. Það bara staðan. Eitt samt líka sem við sjáum í 2-2 bracketinu, við erum alltaf að leita að þessu liði. Það eitt lið sem kemur okkur óvart að komið í 2-2 og ég verð að benda á Sögu. Já, það merkilegt að þeir eru þarna. En við erum að tala um að Krakken hann ekki lengur í line-upinu? Nei. Hann var ekki að spila allavega síðasta leikin sem ég var að horfa á. En já, akkurat, mjög áhugavert að þeir eru þarna líka. En hins vegar shoutout á Cool Bears.
Ég var að lýsa leikja þeim bara fyrir, hvað það verið seinustu viku? Ógeðslega góðir. Horfður á leikinn? Já. Hann var að koma á óvart, þeir voru mjög góðir. Smá tactical mistök sem er svona kannski eðlileg fyrir kannski nýtt lið, en aftur á móti firepowerið og orkan og allt klárlega til staðar. Ég var alveg mjög ánægður með að sjá hversu öflugir þeir voru. Já. Og Dusty var klárlega fighting for their lives á tímabilið sko. Það var skemmtilegt að sjá. Já, og íslenska anime samfélagi, ég verð að gefa þeim ógeðslega mikið hrós út af því að leikiti sem ég er búin að horfa á með þeim. Moshi er eitthvað annað góður í Counter-Strike. Hann er góður sko, hann er mechanically ótrúlega góður sko. Já. Það er aldrei búin að fá kannski þetta tækifæri til að svona almennilega spila með einhverju topp liðið eða eitthvað svoleiðis skilur. Ég held nefnilega að tækifærið hafi verið til staðar, bara kannski hausinn ekki skrúað rétt á og er tilbúin núna. Já, love it. Við eigum samt sem áður vítóið akkurat núna. Ég var búin að spá fyrirfram að við myndum fara í Ancient Nuke Anubis. Mjög svona basic map pool í leiknum í kvöld, en já, mér fannst allan að fyrst þetta er broli leikur, af því ekki fara bara í pugmöppin. Íslensku pugmöppin. Kemur ekki óvart að Dusty er þarna inni sko. Dust? Já. Já? Það ekkert í vata og held ég að þeir eru ekkert ólíklegir til að vilja Dusty, en þarna... Inf-banna fyrst kemur 0% óvart, alveg 0% óvart. Inf og Mirage út, ok. Þú veist, Mirage er svo sem ekkert allt og mikið spilað frá Íslandi. Á Íslandi yfir höfuð, sko. Þetta er forðast eins og heitir eldur en annað. En mér finnst líka bara Norðurlöndin almennt forðast Mirage og Dust á meðan, þú veist, við sér Austur-Evrópu þannig vera mjög hrifnir að því. Og sem tengist líklega bara hvernig CS er spilaðir á milli í Evrópu, sko. Ancient hérna valið. Vata pikka Ancient og það verður hratt mid-control frá lane og í gegnum ellið. Herru, núna actually getið Dusty dottir bara út, sko. Já. Anubis pikkað af Geir H og... Ok. Já, þú veist, það er banna núki, það maður flóta núki, eða ekki? Já. Það snývar upp í helming og allir glaðir. Ég held að vera núk. Já, það er þetta. Já, jú, víst að, jú, ef að Vata hefði kannski fengið að velja á milli þá mögulega, en ég held að þetta sé bara svona frekar basic. Þetta er eins basic map og hægt er. Já, fyrir Íslandinga er þetta eiginlega bara right up the middle, sko. Þetta er bara vanilla map. Já, við veit ekki hversu oft, ég held að þetta sé búið að vera svona flest map sem ég hef streamað eða þú verið að lýsa að hafa verið þessi þrjú, sko. Ég get ekki beðið eftir að fá kassin, sko. Það verður skemmtilegt, kannski líka æðislegt map. Fyrir hvað heldur það að komi? Ef þú þarf að giska. Ef ég ætla að giska, örugglega Inf. Já. Ég held að það nennir engin Inf þannig, sko. Ég er búin að spila Inf og síðkast þig. Já, þú veist, ég elska Inferno, en málið er bara að það er ótrúlega leiðilegt mapp að spila. Það er bara staðan. Þú veist, mér finnst það skemmtilegt að ég bara spila þetta mapp lengi og það hefur yfirleitt verið með betri mappunum okkar, þannig var alltaf hrifinn að því, en málið er bara eins og hægt. Þú ert eyða alltaf 1 mínútu og 1:20 að bíða eftir jútili áður en þú getur gert eitthvað og það verður bara ógeðslega. Þetta er yfirleitt bara þolinmóðara liði vinnur, svona stóru leiti ef það er jafnt á milli liða, það er allir bara bíðandi eftir eitthvað gerir mistök. Skammast ég að segja þetta, ég spáði Overpass með þetta drast. Overpass má vera inni. Það er hundleiðilegt að horfa á það. Elska Overpass, sko. Sko, að lýsa því og horfa á það er hrikalegt. Já, en ef þú býr real möppin sem þurfa eiginlega að fara út væri Mirage og Dusty, sko. Mirage sérstaklega er búið að vera inni í bara hvenær fór Mirage út senast? Það eru binna millennia, sko. Ég heldur hafi aldrei removað það. Það er sem ég er að segja, þú veist, ég held að það sé bara tímabært að Mirage tekið út fyrir utan það að, þú veist, fyrir Ísland meikar að sensa því hann spilar þetta hvort er enginn hérna. Ég held að Valve hafi ekki hrefjari að taka út. Það er málið, já. Út af því að það eru svo margir sem spila það. Út af því að... Þeir voru ekki bara að fá blowbackið ég menn það geti alveg verið, sko. Það er létt mapp að spila, metan hefur ekki breyst ég veit ekki hvað lengi. Þú veist, þetta er búið að vera sama metan frá því ég var að spila í Go á LAN-i fyrir 9 árum eða eitthvað, skilur við, þannig að þú veist, þetta má fara. Manstu eftir CPL Strike mappinu? Já. Þegar það var svona eitthvað yfir A-sætinu og það var underground upp á B-sæti. Bring that back. Já, viltu fá það? Bara, nei, þú, í fullri alvöru, bara kóttu með kassana, bara einhverja aðra kassa, kóttu með að þú getur ekki smóka CT og eitthvað, og eitthvað þannig, eitthvað nýtt. Já, þú veist, alveg sammála, líka eitthvað sem er kannski ekki endilega svona þétt,
þú veist, aðeins opnar og forsar gunfightin versus að þú náir taktikli að remova þau alltaf. Þess að mér aðeins var þetta bara þeir í smókveggur, ég var til mapp þar sem að þú veist, þú ert ekki endalega með þau option forsar fólk til að nota byssurnar og taka slægin, sko. Finnst einhvern veginn samt að þetta sé dálítið á sögunni eftir að við getum grensa smókina, samt ekki alveg, sko. Þú veist, við erum að sjá þetta í núk, trekk í trekk, að lið bara smóka bara 3 smókum í staðin fyrir 2 bara til að þið geti ekki opna smókana og fara samt niður í síkriti. Akkurat. Þetta já, þú veist, en aftur á móti hefur maður líka séð með þessi opnum upp þegar hafa aldrei náninu flugi eins og, þú veist, í Source var þetta De Piranesi, ég veit ekki hvort það mannstætti því. Nei. Svo miðja, það var svona stór brú og bombsætin eru síðan sikkur megin, þú veist, getur verið með hægrad og þú bara opið plantsæt, skiluru, alveg galið dæmi, sko. Síðan var Source, þá var Season og það kom inn í smá tíma í sig, sko. Jú, akkurat. Það var dálítið opið líka, eða ekki? Hvað heitir aftur mappið þarna sem ég væri til að sjá aftur? Það var Fire. Koppul. Nei, ég elskar náttúrulega Koppul. Koppul var náttúrulega Love That, Bring That Back, bara helst í gær. En það var mapp sem var líka inn í pro-mótinu sem var að spila mikið og ég man að það var einhvern mann... Er það að tala um mapp sem var þá 1.6 en kom ekki yfir? Var líka í Source, sko. En þegar CS pro-mót kom út, þá man ég að einhvern tímann Íslendingandi kepptu á móti 1.6 kepptu á móti Source í pro-mótinu. Í þessu mappi, ég bara reyna að muna hvað það var. Var það Season? Ég held að það sé Season. Það var til Fire, sko. Það var til Fire og... Ég bara man ekki hvort var Season eða hvort það heiti Fire, en það er annarkvort. Ég held að það sé Season að öllu líkitum. Er ekki, þú veist, það er opin miðja sem bombsite, B-main, anna A-main, svona high ground sem einhvern veginn lúppar. Ég man það ekki. Ég held... Þetta getur lýst en þetta er ógeðslega mörg. Það er A-site, það er miðja og sen er eitthvað hátt einu megin. Ég menn, þetta er basically öll möppin í leiknum, svo nánast. Að einhverju leiti fallegra undir þessi lýsingar. Ég var ógeðslega hrifinn af Seabuild Fire samt, sko. Ég var mjög hrifinn af Seabuild Fire og þegar það var í rotation 1.6 þá spiluðu það ítrekkað, sko. En þú veist, mappi sem vann var náttúrulega sjálfsög Tuscan eða Mill, þú veist. Það var keypt af Valve. Það var bara ekki notað. Nei, það er enda merkilegt að Tuscan var líka gott mapp, sko. Þeir eru alveg með, en þú veist, að stóra leiti líka eru þeir held ég að díla við akkurat þetta leikmenn er ekkert, eða þú veist, hönnuðirnir er ekkert endalega vilja að selja réttin að einhverjum af þessum möppum, sko. Sem er alltaf bara leiðilegt fyrir okkur sem spiluðum þetta á sín tíma og þetta voru góð möpp, sko. Fyndið samt að, ertu búin að spila Kass síðan kom út? Ekki nýjani. Ok. Spilar það þegar því að breytt og látið eitthvað smá inn í púlið þarna? Já, ég tók þarna þegar kom seinast. Þá spilaði ég það pínu. Ok, allar breytingarnar frá því það voru spilaðar, þú veist, fyrir langa löngu í CSGO þegar það var í púlinu, þangað til að þú spilaðar núna, þá fullt af breytingum. Það var allt fjarlægt. FM Pom var búin að gera hellinga breytingum og breyta litum og eitthvað og Valve bara takk þetta alltaf! Grab it! Alltaf! Við ætlum að breyta þessu aftur! Og hann bara fekk bara sama mappi í hendurna bara hvað á ég að gera þetta aftur? Þannig að hann þurfti bara, back to the drawing board. Ég fíla það. Ég er búin að taka einn leik í Kass og eitt sem ég er mjög hræddur við þegar kemur að Kass er að þetta er ekki CSGO. Þetta spilaðist mjög skringilega í CSGO og þú veist, þetta var bara náttúrulega broli, fullt af mid-control og bara, þú veist, hlaup út allt og eitthvað. Þetta er allt annað leikur sem við erum með í höndunum núna. Já, hann er miklu meira dýnamískur heldur en hann var áður fyrir, sko. Núna er þetta bara white swings og sprengja smóka og, þú veist, meira hlaupið. Það er meira hraði, þú veist, klálega, sko. Sem að náttúrulega hendar ákveðnum leikmönnum betur og öðrum ekki. En það hefur maður líka bara séð frá að CS2 kom út leikmenn sem voru kannski geggjaðir í Go, voru lélegir í CS2 og vice versa, sko. Hendar playstilum mismunandi. Algjörlega. En svona að leiki kvöldsins, það er stutt í Live on 3, býst ég við, svona 2 mínútur cirka. Hvernig heldurðu að þessi leikur mun fara? Geir H á móti Vata, þú veist, performanceið hjá Geir H myndi ég segja væri örlítið stabíla. Þeir eru búin að gera meiri hluti á móti betri liðum þannig séð, á meðan Vata eru búin að tapa móti Vega 2-0, bara mjög samfærandi sigur Vega. Aurora tóku 2-0 sigur líka, síðan er Badco hjóla á enska, pingu svona pingu ströggl, skilurðu, þeir eru að grípa möpp að þeim, þetta er ekki af clean og kannski það sem að Geir H er að gera, til dæmis sigur á móti Hyper finnst mér vera virkilega gott, sigur á einu mappu á móti íslenska anime samfélagið finnst mér bara mjög gott, þannig að á blaði myndi ég segja að Geir H væri með
Ég held það líka, sko. Ég myndi edja inn á Geir H, sko. Við erum með, þú veist, reynslu mikla leikmenn hérna í Vata. Alltaf að edsa Geir. Ég held að þetta sé alveg 65-35 Geir, myndi ég halda. Við erum að tala um besta leikmenninu inn á servernum, það örugglega Ors. Já. Og síðan, þú veist, ég veit ekki hver gæti haldið honum niður í Vata megin. Þú veist, það ekkert endalega einhver eitt sem kemur greina. Við erum alltaf með bestan í Dame, en hann er mjög öflugur leikmaður, kann leikinn og allt þannig, en hann ekki ennþá á levelinu hjá Ors. En vissulega svolítið síðan ég sá hann spila. En hann er góður leikmaður og er öflugur, en þetta fer held ég svolítið eftir hvernig þeir ná að synka sér Vata, sko. En þeir eru með mjög viltan leikstíl og hvernig alltaf mætan og serverinn og hvort þeir ná að svona shake Geir. Já. Þú veist, ég held að það sé bara líkillinn fyrir Vata að vinna. Ef við erum að fara að tala um heads-up leik, bara straight up, þá er Geir held ég að fara að taka þetta, sko. Já. Eitt sem ég fannst áhugavert þegar þú varst að telja þetta upp er að, þú veist, við erum að tala um 2-2 púlið. 2-2 púlið er eins mikil pressa og getur verið á þeir fyrir utan alltaf, þú veist, 0-2 og vilt ekki fara 0-2 út úr keppninni. En það er miklu meiri reynsla á topp level á Geir H. Þú veist, þú ert með Debatti, Jiri, Ors, allir þrír búin að spila í efstu deild, allir þrír búin að eiga lið sem er búin að vera undir mikilli pressu, búin að vera að sækja sigra sem að bara einfallega komist undum ekki eins og Ors og Jiri og Batti líka voru að ströggla, þannig að pressan einhvern veginn, þeir eru búin að standast undir henni og þeir eru komnir aftur á þennan stað og meðan, Papu er búin að vera þarna. Já, en Bessi náttúrulega þannig sé hefur varla verið sjáanlegur á hæðsta leveli bara frá því eiginlega í Sorg. Já. Hann náði aldrei einhver almennur flugi í Go, ekki heldur í CS2, ekki þannig að hann var að stíga inn í... Nú erum við að tala um efsta levelið. Já, við erum að tala um efsta levelið. Hann hefur ekki einu sinni verið að slefa inn í held í fyrstu deildina, í svolítinn tíma allavega. Í henni núna. Já, þannig að við erum svona... Já, ég alveg sammálaður, Við erum að tala um kaliberinn á leikmönnum í dag í Geir H eru betri. Reynslu mesti leikmaðurinn samt eins og er besti nýta ef við erum að tala um bara overall CS experience, þannig að spurning hvort hann á að nýta því eitthvað til að reyna að leiða liðið sitt áfram to victory kemur í ljós, en hann er heldur engin IGL, þú veist, þannig að... Nei, vissulega ekki og þar kemur til dæmis þeir voru að pikka upp svona einn og annan leikmann sem að gat mögulega iglað fyrir þá kom ég ætla ekki að spoila á miklu en þarna þeir eru að reyna að leysa það vandamál ég veit bara ekki hvernig þeir eru að fara að leysa þetta vandamál í kvöld sá leikmaður er ekki að spila Já, akkurat þetta er, ég er að horfa á line-upið og þú veist, af þessum 4 þú veist, sem að ég veit hver eru ég vissi ekki hver 50 var hérna í Vata og alla hini 4 eru ekki IGL Aprikosa, Axel Já, ég veit nefnilega ekkert hann. Ég spila með honum. Já, en af hinum 4, hver gæti IGL að þennan leik væri örugglega Bessi eini sem kemur til greina af þessum 4. Já, Daikaju er búin að vera illa og það hefur gengið svona upp og ofan. Já. En þetta tekur náttúrulega eins og við þekkjum rosalega mikið úr spilastílum einum. Algjörlega, þetta er bara a lot of brainpower sem fer í þetta sem að dregur úr því sem að þú getur gert, Þannig að það er bara... Já, ég er alveg svo sem samanlegaðir. Þú veist, ég er hallast að 2-0 Geir H. Já. En væri til að vera pleasantly surprised, Ég held nefnilega að það sem að Vata getur gert þetta, að þú veist, þeir eiga Ancient fyrst. Þeir eru virkilega góðir í Ancient og ég held að eftir að koma Geir H örlítið ávart. Ekki mikið, þú veist, þeir væntanlega búast við því að þetta eru Ancient Merchants, gerðu nákvæmlega sama þegar við vorum að spila saman, þú veist. Meira að segja Kirby er búin að spila vappan bara virkilega vel og getur transitiona yfir í riffil. Þeir eru hraðir, aggressífir og mjög svona beittir þegar kemur að endingum og að velja sér sæt einfallega og gera það bara einfallega. En síðan komu yfir í Anubis og ég held að þeir séu ekki alveg nógu beittir sítími en þeir geta pikka til dæmis. Nei, þetta sem er að mínum að þetta líklegast issue mest við Vata er ekki kaliberinn á aimeri hjá þessum leikmönnum, það er meira hversu góður þeir eru að synka sig inn á hvern annan og það er ekki margir leikmennan í Vata-liðinu sem myndu vera kannski þekktir sem er eitthvað geðgóðir teamplayer. Þetta er rosalega mikið svona individual talented lið
skilur við. Þetta ekkert eitthvað þannig að eitt svingar ég kem núna og gera þetta, eða fattar þeir bara hugsa ekki þannig og spila ekki þannig. Þetta rosa mikil leikmenn sem væri bara eitthvað ég að fara inn og ég ætla að gera þetta og hinn bara eitthvað ég ætla líka að gera, eða þú veist, þeir ekkert með endilega þetta synchronized thought þegar kemur að CS-spilina stilnum sinum, skilur. Og það sem ég kannski mestar áhyggjur af. Þetta þarf að vera alveg vel inn sync ef þeir ætla að vinna í kvöld. Það er nefnilega svona spurningamerki út af því að ég get alveg séð það hjá Geir H og sá það hjá Geir H þegar þeir voru að spila þegar ég horfði á þá að það er mikið fracking power hjá Vata, þú veist, þegar við berum það saman, þú veist, við bara hvernig spilararnir að spila. Já. En mér finnst enginn af þessu leikmönnum vera svona með fórnfýsni og vilja taka, þú veist, skrefið niður fraglega séð og taka endrið og bara vertu bara bossanum mínum, treytaðu mig, ég skal taka þessa ógeðslegu stöðu hérna til að þú getur gert þetta, kallaðu bara eftir flassi, gerðu eitthvað. Það er alveg rétt hjá þér, sko. Ég, þú veist, aftur á móti náttúrulega, þú veist, kannski með meira new information þessa stráka. Ég náttúrulega þekki þá náttúrulega bara persónulega og since way back, sko, og hef verið með einhverjum aðeim í liði og spila með áður eins og Bessa og Lokka og til dæmis og eitthvað hannig. Þannig að þetta er alveg valid take, sko. Þannig að ég mjög forvitin að sjá hvort þetta hefur þróast í bara mjög jákvæð átt. Já. Er ég að vona. En ég meina vissulega að þú veist þetta er nýtt lið og kannski eru þeir aðeins búin að koordinata eitthvað. Hvernig fannst þér Geir H til dæmis vera þegar þú horfðir á? Þú veist, fannst þér þeir eru alveg, þú veist, þeir eiga svona moments of glory sem eru, þú veist, geta verið mjög erfiðir þegar þeir ná róli, sko. Já. Og jafnvel fyrir bara mjög solid lið og geta alveg verið erfiðir, sko. Yfirleitt er þetta svolítið að reyna að reikna það út og þú þarft almennt bara frekar góðan IGL oft fyrir það ef þú ert að lenda í þessum vegg. Já. Þá þarftu bara hvað er faktist að fara úrskeiðis og þá yfirleitt er bara líkillinn að vera með mjög góðan IGL sem sér þetta bara og það er bara ef að þeir í Vata lenda á þessum vegg þá er ég bara mjög hræddur akkurat að þeir verði bara þar fyrir aftan hann. Það er nefnilega sem ég er líka hræddur við út af því að þú veist ég fer ekkert lengt með það að ég er með smá hjartatögar til Vata, þú veist þeir eru strákar sem ég þekki vel en ég verð eins passífur og ég get. Við erum í rauninu búin að vera að tala þá niður allan tíma. Já, en ég veit að ég elska á. Já, algjörlega, það veit allir að við erum góðu vinir þeirra, þannig að við megum þetta. Það er það sem er dálítið scary að lenda á þessum vegg og þar finnst mér vannýtt rosalega oft að lið lenda á vegg og þau vilja ekki taka timeoutið og jafnvel 2 timeoutur röð bara til að svona, taka bríðar, slökum aðeins á. Þú veist, ég lendi Faceit lobby daginn, allt komið í raskat og bara einhver gaur sem bara, tökum bara timeout og ég bara, what? Veitu hvað er að gera sinna? Þetta er Faceit? Já, er ekki læg með því? Ég dýrka þetta, sko, út af því ég bara, þessi gaur vill vinna jafn mikið og ég græðum þetta. Unnum þann leik, ég var ömurlegur. Já, en ég meina við sjáum þetta meira segja úrvalsdeildinni, sko, það er sko eiginlega ekki bara þetta fyrir að liðin er ofta að slefa inn í bara 8 liða, þar sem maður byrjar að sjá svona timeoutin aðeins tikka, sumlið gera þetta meir en önnur. En ég meina, þú veist, nokkuð lið sem að mér dettur í hausinn gerir þetta eiginlega aldrei, þú veist, Vega til dæmis gerir þetta eiginlega aldrei. Eiginlega aldrei. Þór gerir þetta mjög oft, sérstaklega þegar Bjarni var IGL, þá voru þeir mjög duglegir að þessu. Ég man ekki til þess að Dusty sé að taka meira en kannski eina, ef það. Og ég hugsa alltaf bara, hver drakk of mikið áður en að byrjaði leik? Já, þetta er closet pása. Já, Dusty er einhvern veginn svona lið líka sem er svona ekki stolt að þeir vilja ekki eins og viðurkenna þeir að taka pásuna að þeir þurfa hana, sko. Er þetta einhver faktor? Þú veist, út af því að, þú veist, er of nördalegt að taka timeout. Út af því að, ég ætla bara að koma með svona brief history lesson, út af því að mér finnst það stórmerkilegt, út af því ég er ekki af þessum skóla. Þegar að þú ert CS-spilari og þú ert að æfa þig og þú ert að horfa á POV-demo og svo sjálfur þér og þú ert að horfa á demo og eitthvað svona. Nördalegt. Það er nördalegt. Er það, og það er verið að seima það að það sé að træharda. Í leik upp á sko ánur og peninga, sko. Bara gauð. Ég geri allt til að vinna. Allt. Ef ég þarf að horfa sjálfa mig því ég er að fara að sofa, so be it. Ég meina, það er svona, þetta er 2 leiðir til að horfa á þetta. Því ég hef alveg verið á vegninum og verið að tapa mútið liðið sem gerði þetta. Og ég hugsa alltaf, trópa til lítið í Source. Þetta var eina liðið sem við vorum að keppa alltaf við. Við vorum alltaf að lenda í öðru sæti sem Vega.
gátum ekki unna, en á þeim tíma var ekkert YouTube til að horfa á, þú veist, einhver klippur og það var hard to access og þá voru náttúrulega trópa til lítið að downloada demum af bara bestu MTW og bara bestu liðum í heiminum og þeir voru ekki eins og að gera neitt nýtt, þeir bara horfðu bara á leikmanninn, öll rándin hjá honum, ég gera þetta og þeir bara, þetta var zero, þú veist, svona creativity í hvernig þeir spiluðu, en þeir gerðu bara nákvæmlega sama, öll flössin, öll utilinn var allt bara þeir demo horfum á þetta og ég man við vorum á þeim tíma bara eitthvað, nerds ég veit það og við neituðum að gera það, við vorum bara eitthvað, nei, við ætlum bara að vinna á straight up, við vinnum það síðan aldrei, skilur welcome to second place my friend. já, þetta var bara, við vorum sáttir við silfri, það bara staðan já, ég meina, þú veist, það bara allt í góðu, skilur ég skal alveg virða það, en þú veist, mér er svo fyndið að downplaya bara taka timeout nördar, þeir eru að slaka á og reyna að ná áttum haha, við erum töffarar þetta ég skal alveg viðurkenna það að leikmenn í Counter-Strike eru vissulega mjög sérstakt fólk já, og ég það sem ég að segja, ég er rótgróinn frá því ég var 9 ára þannig að þetta I'm one of us, skilur við þannig að, já, það eitthvað stolt þarna og machoism sem að mér finnst mjög skemmtilegt að fylgjast með stundum, maður hugsar að þetta svona örugglega hægt að setja greiningu á þetta, mér finnst bara merkilegt hvað svona 80% af CS-spilurum fá allir sem greiningur og það kemur að þessu dæmi, sko ultra macho eitthvað, þú veist, gerðið þú þetta ekki, þú varst að segja núna, þú horfðir aldrei á demo þú veist, ég alræmt þekktur fyrir að vera með zero utils, ég ennþá daginn í dag gera það ekki, sko. Það er unreal. Ertu góður að winga það? Nei. Oh man. Þess vegna var alltaf Ég ætla að reyna að bjarga þér Nei. Sko, málið að ástæðan yfir að ég var rosalega góður í Valorant var að því allt í utilið þurftir ekki lineups. Þetta var bara, þú kannski wingað all the util. Þannig að þá var ég bara heimavelli, bara easily númer 1 á landeinu, var bara geggjaður, bara topp 100 á lítuborð í Evrópu, bara fucking rolling good, sem kem ég í CS og það bara eitthvað, lega að winga þetta og ég hægri, þú veist, flassa alla í liðinu mínu við hlaupum og aftur og þetta var hræðilegt og síðan þau bara allar læra utilið, ég eitthvað, ég ekki það interested í þessu leik þú veist, ég var einhvern veginn svona aldrei með full focus metnað, þannig að ég var einhvern veginn alltaf bara svona ég til að spila til að hafa gaman, skilur, við strákarnir og sem reynda núna þá reyndi ég að læra eitthvað util en sem fattaði ég bara ég gleymis eftir ef ég notið ekki í viku eða eitthvað, var þetta gone aftur, bara deleted, sko. Ég segi þetta allt í síma nú bara. Já, það eiginlega góða við oft við að vera með 2 skjái þá var maður oft bara með, þú veist, á vinstri skjánum var maður bara með screenshotin af, þú veist, það hjálpaði en á sama tíma líka, þú veist, já, ég held að þú þurfi bara að vera með hann brennandi áhuga til að vinna og já. Það Vata, Geir H, hvernig fyrir það? 2-0. Ég segi 2-0 líka, en fyrir hinu liðinu heyrðu! Vata á móti Geir H, það spot 1 sæti upp á 8-lega úrslit. Ég var ekki að hugsa, heldur að áhörfundur hafa vita að við vorum að bíða út af tekníkalega. Við vorum bara, ég held að bara við okkur svo gaman að tala. Já, þú veist, við erum ekki búin að hittast smá tíma. Já, strákarnir. En þá byrjum við hérna frekar bara sló býða eftir ykkur pussi hérna, fá okkur info hleypu bara með smúkinni miklu Lýri tekur eignar Axel á móti annar þetta er erfitt crossfire hérna, ég veit ekki hvort þeir búist endilega við báðum Pablo, Ors, píkarninn, pizzadrengur nær einum Kirby treytir á Batta já, Kirby þarf að vera hetja hérna 50-50 og já, mitt einhvern veginn ekki í hennar fæt hann svona já, vesen. Já, þetta líka vont að lenda í triple crossfire á miðunni. En nokkur sannfærandi rándi hérna frá Geir H. Það bara eins og svo sem bjökumst við, þú veist, þeir eru farandi inn í hennar leik allavega, þá Geir H á blaði liðið sem á að vinna hennar leik og jafnvel 2-0 eins og þú segir. Já, algjörlega. Þetta er líka að sjá hvað Lokki stærðin á höndunum á kallinu maður. Þessi maður liftir. Já, þessi maður liftir. Er hann ekki kokkur eða eitthvað? Hann er kokkur, jú, og við skilst að hann sé bara með alvöru tölur í powerlifting líka, sko. Já. Bara hef séð eitthvað klippur hér og þar. Já. En aftur, eiginlega bara sama rándið hérna. Svona slow hold, býð eftir ykkur. Bomba, yellow bee.
Búið með nokkuð skot niður rampin. Þetta ógeðslegt angul sem að Ors að spila og ég dyrka það. Ég dyrka þetta angul því að spila B. Reynan, tekur Axel út. Það ekkert að gerast á mappinu. Þeir eru bara að bíða eftir að Þeir eru bara að bíða eftir mistökum hérna, sýnist mér. Ég raunin ekkert creativity, þetta bara svona nokkurn veginn, bara straight forward, bíðum bara á vonum að þeir lappin í línundar okkur með deglur og vilja bara fá þessi pick. Papo reynir aftur í 5 leikmannin, Ors búinn að taka við. Loki kom með góða fast regnin, bakkarna aftur inn, Batti ætti að vera eldlínunni hérna. Já, góða, það reynum með tveimur líklegast. Það var þetta aftur á Daikaiju. Daikaiju! Skæta þýðir, á japansku. Ekki hugmynd. Risaskrimsli. Í alvörunni? Já. Kaiju skrimsli og Dai er svona grand, það er svona great. Svona... Sem er mjög fyndið að því bestið er náttúrulega þú sem við veitum 1,70 hæðið eða eitthvað, 1,72. Ef það. Þetta ætti að vera, já ok, ég ætla ekki að nördið mig hérna í japanskunni, þannig að ég ætla bara að sleppa. Er það ekki Poke Kaiju? Það er Chisai, er lítið, þannig að hann er Chisai Kaiju. Nei, Poke er Masa, er það ekki? Já, það er bara eins og Masa Kaiju? Eins og Pokéball. En hérna allavega búin að treyta á leininu. Heyrir bara í þetta Batti. Þeim Axel hins var tekur Kirby óvart. Sýndi það að bara falla anyway. Loki hérna í innvíi á miðinni. Það er ekki að klára pizzadreng. Írurinn er bara bullandi vandræði með að komast út úr leininu. Já, eru það. Það er bara, líka bara nokkuð þétt lane-kontról líka hjá Geir H. Þeir eru með miðjuna yfirleitt alltaf. Og Vata spila þetta hægt, en spurning hvort þið vilji uppa þetta tempo kannski. Já, ég vil fá tempoð upp og ég vil fá molla upp í gluggan eða heaven og taka leini bara hart. Ég vil smóka eða ná keifinu og fá eitthvað smá map-kontról. Þeir eru ekki búin að eiga neitt map-kontról í þessum leik. Nei, þeir eru, við líður eins og þeir sé að kannski sína Geir of mikla virðingu kannski. Vattalínan, Jiri nær einum. Ánægði með hraðan hérna, keira og ná aðeins, en Jiri hins að með 2, keiri hérna á 3. 4. Það er hann að eisa hérna. Veit líklegast ekki að Axel er bara komin hérna inn. Þetta verður vesen. Já, hann er líklegast einum og Jiri með eisið. Já, hann skipti í hemfor. Já. Ég var akkurat að hugsa að þetta var hann sem var að hoppa hana fyrst, en já, ég raunum bara vel gert hjá Jiri að ná 3 úr þessu, sko. Það voru hraðir þarna inn, en það eru 5 frögg á Vata akkur núna. Þeir eru með AKV hundunum allavega. Ég vil fá astralisgrensur, kannski 2, molla í glugga og taka lane-kontrólið og cave. Takk! Já. Staðinu núna, þetta er rosalega, þetta er ánægð með þetta. Sterkara það er að það hins vegar ekki keira þá út síðan. Það er bara nákvæmlega sem ég gerði. Núna, þarna gætir þetta vandræðum á miðinni. Lappa hægt og róla í baki, enginn að horfa á þá. Axel líklegast með tímasetningu hérna, en eru öllum líkindum byrjar að horfa á það Papo með 1. Já, Papo með 1. Kíkir í 2, síðan hoppa, pizzadrengur með uppuna. What a shot. Daikaiju komin hérna inn á, lappar líklegast, vonandi ekki inn í þessa vappalínu sem heldur honum. Mollin að koma út. Það er alltaf lappi hérna. Já, mér sýnist það. Snowpeakar hann bara. Lappar inn í hana og Kirby 1v1 hérna, hittir hann. Það var þetta eitthvað umíkilegt flass. Datt eitthvað niður. Hittir ekki þessu. Varði eiginlega að hitta þessu. Það var að lokka. Við höfum bombu á bakinu allavega, getur gert eitthvað. Gengur illa að koma sér í kassan hérna, en mætir einum inn í cave, piggin. Og ég með hans, staðan 5-0 fyrir Geir H. Og ég er eiginlega svolítið sammála því sem þú sagðir. Cavein er smókað, þeir eru með miðina. Mér líður þess að vanti confidence í Vata. Já. Margir myndu bara hjóla upp leinu og bara byrja að
spreyja niður miðjuna. Já, ég vil hrætt að þeir getu, en þarna voru þeir svona, og líka hefðu þeir gert það, bara committaði, jafnvelóttur hefðu bara committaði í lappið áfram. Það voru þetta 2 leikmenn með baki, þeir voru ekki eins og að horfa að þetta var svo hratt. Og þetta svona þessi reynsla oft sem að, þú veist, leikmenn á toppliðunum myndi vita. Ég er mjög snöggur hérna. Þeir eru líklegast enda að horfa á smókin ef þeir eru ekki að feysa mig á leinu. Axel hérna líklegast. Já, Batti slítur í horninu, næri einhvern veginn 3. Þetta hvernig sem það gerðist. M4A4, baby. Já, frábær í þessum close range skítur hraðar og fleiri kúlur. Það er bara þannig. Sko, ég er að segja þeir voru með réttu hugmyndina. Það var eina straðliskansa sem gerði lítið en það hægir á mittleikmannunum. Já. Þeir þurfa bara að committa í gegnum hennar molla, bara smóka mollan sem kemur á leinið og drífa sig í að ná middkontróli. Því að þeir að gera þetta hægt, það er ekki að virka. Nei, það er nefnilega staðan sko og í þannig tilfellum viltu eiginlega bara hraðar. Þú grensa hana hægir á öllum en ánægða með hraða núna, þeir taka mittir miklu hraðar. Pítsarrengur hefur sér með rosalegt flankina, 2 búin að keyra hérna út, aftur á móti 4 komnir inn á æð. Þetta stefnir í skemmtilegt ránd. Treyta stöðum, vita að einhver getur verið í alvopinu þannig að það hafi ekki komið þeim á óvart. Einn að halda Donut líka, pingu aggressív staða samt á Kirby. Vantar smókana hérna, það er engin með smók nema Aprikosa en hann er í A-main. Það kemur einnan á CT. Skrítið molli. Gæti kostað á. Þetta er ránd sem að var... Íri, gott flikk hérna. Lokki tekur inn á sætinu, þarf eiginlega annan, næra þriðja. Tekin einhvern veginn í gegnum smókin. Greina kemur út. Hvað er í gangi? Þetta er eitthvað grín. Íri er lokt inn í hérna 10-2 með 2 æðisleg skot. Sko, fyrsta skotið, geggjað. Gott blik og svo sem það sem maður myndi búast við frá góðum vappa að hitta því en nummer 2 var eiginlega viðbjóður. Hann er á ferðinu með þessa. Og no-scope. Fárlegt. En besti sénsinn hjá Vata hingað til allavega. Algjörlega, og þetta var eiginlega, þú veist, ég myndi halda þetta ránd hafi svolítið leigja á þessu pikki líka hjá honum Íri í meininu. Tókst þetta eftir leikmannu sem var í miðju að komita 2 terrum í Donut til að halda honum. Já. Það er líka bara svo vont að þú missir A-mannin, þá er þetta allt í náttúrulega samlugaður úr 3 áttum, Donut kemur hérna CT, kemur líka úr kirkjunni, sem er þetta líka bara að missa meinið og þið sitja einhvern veginn allir í einhverju súpu. Góðgrensa Ors í vesinu núna, hann er að bakka úr þessu, smókin hylur ekki allan Donut en nóg til að hann geti komið sér í burtu. Kirby flass inn á rampin, er í 5-una, Papo ætlar að reyna á. Þeir eru svo sem aldrei búin að committa eitthvað upp rampin hérna. Af hverju lætur Lokki vita sér þarna? Já. Nær honum, nær pikkinu og 2 til að taka móti til viðbótar hjá Geir. Þeir í gegn. Íri til að fyrst að fyrir í þetta. Íri. Áhugavert að ætla bara vita að hann hafi verið lóu eða. Þetta er mjög áhugavert pík að bara taka upp P250 og svinga bara inn í keifin. Þegar þú ert með vappan. Já, algjörlega. Ég er alveg sammálaðir. Ekki nema að hann veit að hann er lóu, skilju, það er eina sem ég er að hugsa. Ég held að leikmannin hafi kallað hann sem lóu því að þeir vissu að þeir bara nameplateðu. Það var bara hinn sem dóa það. Nei, hitt er náttúrulega bara eitthvað next level confidence og alltaf að svinga inn í AK og bara þurfa með vappa á bakinu, sko. Ef þú væri með eitthvað confidence þá væri það í 8-0 allavega. Ja, fair enough. Og líka þegar þú með 11 hittandi öllum skotaniðinum. Aha. Ekki bara í gegnum smókin, hann er bara með línuna Ors hérna. Þetta er geggjað spreyjan hjá Ors. Þetta er nokkurn veginn það sem við vorum að tala að við myndum, gætum séð, væri þessi veggur sem að Vata myndi lenda á og festa svo bara fyrir aftan. Og þeir eru svo sannarlega að festast og það er óþægilegt mapp að lenda í termegin í Ancient því að það er svo sannarlega hægt að þjarma vel af terrunum. Já. Gott skot þarna hjá Aprikosunni. Nær í AK.
Er hann einhverju meiri skaða hérna, svo sem ekkert allt og mikið Dauðblindur skoppa tilbaka, písatrengur lappar hægt í línuna. Örugglega bara með hann í bakið, eða ekki? Það virðist örugglega hafa slefað, en það var bara næsta vappalína til að taka á mótunum. Einn viðbót. Sást ekki í olbúan. Þetta var, hann var von. 9-0. Og þetta mapp oft getur verið tricky. Já, þetta getur verið svona nefnilega að þetta lane control sérstaklega maður að lenda á móti öflugu liði. Og mér finnst ég sjá þetta oftar en ekki þegar það er að mismatcha á milli liða að komast aldrei fram hjá laneinu. Já. Það bara lane control er of sterkt og síðan geta þær aldrei tekið miðuna. Eina sem er eftir er eiginlega bara æð eða hlaupa upp rampinn. Og við erum ekki búin að sjá það reyna að hlaupa upp rampinn. Nei, þeir eru að beina augun sínum allan að nokkrir að bíinu og sko en svona vitandi að þeir eru með frekar heavy lane control og alltaf einn í cave þá átti eiginlega að vita þessi bara einn að taka móti á bíinu. Þeir eiga verið eiginlega búin að kála þetta ramppressu alltaf að testa, sjá hvað kemur úr því. Þeir verða allan að hóta því því að þú veist, ef þeir hóta því ekki þeir eru ekki búin að gera neitt í rauninni þannig að Geir H þurfa að breyta setupinu sínu neitt. Þeir fá bara, mér langar að gera þetta í þessu rúndi. Gera það? Já. Það er allt í góðu. Já, akkurat. Þetta er svolítið, en núna kemur smá hraði aftur hérna frá Vata. Keyra hérna leini, ná því alveg, miðjan fallin. Spurning hvað er alltaf að gera út af þessu? Teikaður Orsana, mid-control í eigu Vata akkur núna. Þetta er rauða alveg opið. Lokki hefur aftur með pikk hérna í cave. Ors steppar. Þetta mátti ekki gerast. Flassið, já, snýr akkurat inn í flassið líka. Og Lokki mögulega bara með mann í baki hérna eftir bara nokkra sekundur. Já, þetta og já. Sko, þeir að koma sér í stöðu til að geta progressa rándið sem kemur eitthvað svona eins og þetta stepp til dæmis. Pinkulítið mistök. Já, lætur það 2 falla á miðinni, þetta eina stepp. Hann veit að hann þarf að svinga á línuna akkurat á og tekur fyrsta flassar nummer 2, Daikaicho 09. Bræðurnir í rauninni hvergi sjáleiðir í þessu leik. 1 fragg á milli sinna og 19 dauða. Já. Vissulega útsendingaleikur, kannski svolítið síðan að þeir hafa verið í svoleiðis, þannig að það sé að valda einhverju stressi. Svo sem, gæti verið. Ors enn og aftur vargurinn á leininu. Þetta kemur rampbröstur loksins. Þetta er það sem ég vildi sjá, vita að þessi bara einn að taka á móti. Aftur á móti engin smókur hérna fyrir þeimuna. Kirby, nærriðnum í cave, og ég bara keyri hann út. Það er bara, Lokki eins og það tilbúin að taka á móti. Pizzatekur tekur á mér cave. 3 akkurat núna. Kirby ætlar að reyna að henda niður bombunni, enginn að valda hann. Já, Lokki loksins kemur. Hittir ekki Íri loksins að ekki að hitta skotið hérna. Hittir eins og það er þessu. Og það er þetta alltaf á Kirby. Tekir bara gegn aftur. Pizzatekur með 2 í gegn. Já. Hann er ekkert eðlilega ánægður með þetta. Já. Hann er sáttur við þetta. Alltaf best að ná andstæðingurum niður á þess að þurfa að sjá það eins. Það er rétt. Ég er svona bara hrifinn af því að smóka ekki 5-una, en þá var að challenge að 5-una bara. Já, keifið er smóka líka. Þá var að challenge að boga nánum út. Spacingið hjá Vata var bara enga veginn nóg gott til að taka út 5-leikmannina. Nei, og þetta var líka svo sem það sem við kóluðum út að okkur grunaði að það vantaði upp á synergy hérna hjá Vata. Og þeir ætluðu í rauninu bara að keyra sig áfram á þessum individual performance, en það er bara mjög erfitt á móti leikmönnum. Þetta eru 2 leikmenn í gennum smók og við. Nei, já. Það er aldeilis verið að berja á Vata hérna. Faktist engin ránd þannig sem hafa verið eitthvað close. Vata aldrei, þeir hafa komið sér í góða stöður og sem hefðu mögulega getið unnið rándi, en síðan einhvern veginn bara rítekið bara allt gott hjá Geir H og þannig að hefur einhvern veginn aldrei verið eitthvað 1v1 þannig sem að... Aldrei farið í 1v1? Nei,
En þú veist, eins og ég fara á hinn punktin aftur, þú veist, við erum að tala akkurat að synergían vantar hjá Vata og þú veist með leikmenn í Geir H sem eru arguably klálega á sama leveli, jafnvel hærra með synergíuna og þá einhvern veginn svolítið fellur þetta bara svona, eða þú veist. Sérstaklega þeir eru með Þeir eru að spila af hvort öðrum, alveg klálega. Þeir eru að spila hvort öðrum, þeir eru að, þú veist, vita hvar þeir eru að vera wallbanga, vita, þú veist, hvar allir eru eiginlega alltaf. Þannig að comes and goes, þannig að þetta bara nokkuð textbook bara. 2 leinið, 1 leit þarna í B-lobbyinu og 2 í A. Gekkju boga. Já, sér líka bara munum á confidence-inu og ég bara hjólar í þetta, tekur 3 og þá er bara 1 til að taka móti hérna, Axel. Það ekki að tengja. Nei, loksins einum. Það bara ekki nóg. Þetta eitt enn að Jiri. Þeir vilja allir þetta kill hérna. Já, hann komin á blað. Búnar og Geir H bara siglir þessu 13-0. 13-0 sigur hjá Geir H. Þetta var rætt. Hvað heldur að tíminn á þessu hafi verið? 25 mínútur? Já, eitthvað svoleiðis. Það var bara, já, þetta var vissulega ekki leikur sem við byggumst við. Ekki svona mikið. Nei, enga veginn. Og ef þú sérð einhverja bjartaparta þarna, ef ég ætti að benda á einhvern bjartanpart, þá er þetta bestu 3-seri allavega. Þeir geta bara sett þetta bak við sig, því að þetta var nákvæmlega jafn mikið 13-0 og það leit út fyrir að vera. Þú veist að það er vont samt að þú segir að besti parturinn er að þetta er bestu, það var hóra góðu partana. Það voru ekkert margir góðu partar. Það var ekkert þannig séð sem að faktisk Vata var að gera vel sko. Þetta var, þeir voru ekki að spila nógu tætt, þeir voru ekki nógu hraðir, þeir þurftu að vera hraðir. Það vantaði rosalega mikið upp á confidence, ekkert. En þetta er líka bara þannig mapp, eða þú veist, Ancient er mappa sem þú þarft að kunna spila það vel og þú ert að lenda á móti þessu, hvernig ætlaði ég að díla við þetta og þeir voru með engin svör, bara 0 og sem er bara frekar leðilegt og þá náttúrulega endar þetta bara svona, en aftur á móti Anubis næst, aðeins kannski meira ég meina, gætu faktist lent í sama vegg ef að þessi smókar koma þarna út í tröppurnar og teppi og þannig, þá faktist gætu við verið að horfa sama leik aftur. Gæti lendi vesinni, en já, ég held að sé bara stutt postgame hjá okkur, hver MVP? Jiri örgla. Jiri? Já. Örgla Jiri sem er MVP. Það var svo erfitt að þeir voru allir geggjaðir. Ors var flottur, Jiri var með geggjuskot, þú veist, við sáum mest kannski svona, já. Þetta er áhugavert kommentar. Ætli ég megi lesið upp, útsendingarstjórn? Þú veist hver þetta er? Þú veist hver þetta er? Nei. Þetta er Robby. Aha. Að spila honum. Ok. En vissulega eitthvað mikið að þeim dreng. Það er mikið að þeim dreng. En ef ég ætti að velja annan? Ég myndi gefa þér þetta. Þetta er auðvitað meira þar. Ég myndi reyna á mig líka. Þú veist ég myndi reyna á mig. Já, ég er svo tapar. I'm not gonna lose. Fair enough. Ég held ég myndi játa mig sigran bara tiltölulega hratt. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég myndi líklegast ekki reyna á mig. Ég myndi reyna að vinna. Nema þetta væri gott. Þetta væri örugglega gott. Þetta væri örugglega ekki verra heldur en 13-0. Nei, ok, sko, það er mjög margir vítingir sem hvað kommentur Ég meina að þú verður bara að vera á Twitchinu með chati opið og ætlar að finna þetta út, sko. Fair enough. En jú, örgulega Jiri, jafnvel Ors, en þau voru allir bara að baka. Það var enginn annar sem var ekki að, þú veist, 13-0, það er bara allir að gera sitt. Og ég að vera geggjað akkir hérna á pístunum. Já, þetta var bara, jú, þú veist, það er ekki bara team Geir H MVP, þetta var bara nánast. Já. Á þeim orðum þá ætlum við að taka örstutta pásu en ekki fara langt. Það er Anubis next up og við vonumst til að Vata geri connect á serverinn. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót. Og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu
að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að ganga. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Red Bull veitir vængi.
Velkomin aftur, það var speedrun í Ancient og já, ég hef speedrunað Ancient nokkuð sinnum. Það var svona kásetta Ancient map sem ég spila óslega oft. Ég held að ég hef ekki klárað það jafn hratt og þessi leikur leið. Nei, þetta var mjög hratt. Þeir voru að bæta upp fyrir töfina þarna fyrir okkur og líklega koma sterkari til leiks núna. Ok, nú ert þú, ég hef sagt áður, ég ætla að gera það aftur út af því að mér finnst gaman að tala vel um fólk sem að ég lýsi með. Þú hefur spilað á hæsta level á Íslandi, þar á meðal í 2 leikjum, verið meiri svona stjarna í öðrum leiknum, meiri svona rusl support supportive element allavega í toppliði. Klálega. Það rosalega erfitt að koma tilbaka eftir svona tap og sérstaklega þegar þú varst að tapa þínu map-picki, en hvernig myndirðu gera út af því að það ekki mikil tími til stefnu hérna og þeir að fara inn í Anubis? Nei, þú veist, ég er mjög hræddur að því Anubis býður upp á sama element að lenda á vegg með sérstaklega með þetta water control sko. Ég er mjög hræddur akkurat að þetta munir vera mjög svipað Geir H. Þú veist, en aftur á móti þá reynda að byrja þeir sétímegin núna. Þannig að við erum líklegast að fara að sjá kannski aðeins fleiri round inn vatamegin. Það kemur óvart að þetta var annað 13-0, það væri því náttúrulega, það er því eitthvað met. Ég hef aldrei séð að gerast. Nei, 2-13-0 og líka af leikmönnum að þessu kaliber hjá Vata, þú veist, það er því bara, eru þeir þá allir veikir eða þú veist hvað, þá myndi ég byrja að fara að skoða hvort það væri rótavera eða eitthvað hann í gangi. En já, en þessi element í Anubis getur, sérstaklega eftir breytingarnar, getur búið til þetta sama og ég bara vona að Vata veit hvernig á að díla við það. Þetta var í raun og það sem gerði sig Ancient, þeir vissu ekkert hvernig að tækla þetta lane control og ég er að vonast til þá núna allavega í það minnst að þeir eru með aðeins fleiri svör og lendi ekki í nákvæmlega sama dæmi. Svör kalla Leo eftir og það er eitthvað sem að Vata verða að veita okkur en þið byrja allan að CT megin. Dúllan close, ég er þetta er geggjað flatt! Nei, 3 fallir hérna, Kirby og Axel taka 3 til skiptis, Pappo með 1. But 1 eftir. Þarna erum við að tala saman. Þvílík statement eftir senasta mappið. Og Loki klára þetta. Vata eru komnir á blað í seríunni! Já. 1-0! Þarna erum við ánægðir með þetta. Þetta er bara okkar drengi. Þeir voru ekki ánægðir með 13-0 tap og mættu undirbúnir í þetta fyrsta ránd. Það eru 2 lið til að svara svona slæmu tapi. Það er að sita aftur, láta vorkenna sér og fara heim í
kalda sturtu eða þá bara hysja sig og græja næsta leik og við vonum að Vata sig á seinni vagn. Bessi þarna, missir það frá sér, ekki gott spray, Axel liggur í valnum. B-sæti falli, Loggi ætlar að koma tilbaka en hann kíkir ekki í hotnið. Ors með 3. fraggi í þessu rándi. Og Kirby og Papo 1-2 eftir hérna til að reyna að bjarga þessu. Grensan þarf að vera góð og gerir smá skaðan á pizzastrengin. Collin lokar henni tengin en hérna er ákvörðin tekin að halda byssum M4 sem þeir vilja ekki missa frá sér. En þarna er röð af slæmum ákvörðunum. Það lá eiginlega alltaf á sko, í rauninni color me confused hvað Daikaiju var að gera. Hann heyrir í þeim, hann veit að þeir eru alveg close, hvort það sé headset vandamál eða ekki, en þú hefur ekki tíma til að hlaupa burtu. Nei. Hvað þá með bakið? Ef þú þarf að hlaupa burtu, bakkaði, skilur við. En hann bara snýr við, þú veist, og ég held að allir myndu einhvern veginn bara svinga línuna eða halda línuna og reyna að taka sem flesta. En þarna voru þeir lænaður líka upp 3, þannig að það fengið alla í beina línu, en ákveður einhvern veginn akkurat þegar þeir eru komnir á bara píkið. Já. Þá bara, ég ætla að snúa mig við. Og grunar kannski að shaken confidence hjá honum eða eitthvað. Eða þú veist, venjulega myndir fólk bara eitthvað, hei, komið í mig. Var hann ekki með MP9 líka? Jú, þetta er bara príma posa, veist að þeir eru force eða þá ekki. En í það minnsta ert þú með advantage. Já, 100%. Hægt hennar slag. Grensur og Molli í nýja gatu. Kirby ætlar að reyna að finna opnirinn í miðjunni. Það er síðuna á einu leikmanni til að skjóta í og gerir smá skaða. Og neitt. Skoppar einhvern veginn af kantinum beint í andlitið á liðsfélagi sínum. Smókuðu þeir smókuðu tengið og Geir H smókuðu Faro, þannig að miðan lokuð. En mapkontróllinni náð. Slow playing í gangi hérna hjá Geir. Recommit á miðina, ég er enda hrifinn af því. Vata veitir hún ekkert hvað er í gangi, eins og er. Bara 2 að megin. Þetta eftir hvar báðu leikmennir þeirra að spila. Papo er passífur. Vati blokkuð hennar dag. Og núna orðið svolítið erfitt fyrir Vata að gera eitthvað hérna. Já, þetta er orðið nánast ómögulegt retake nema allt gangi upp hérna. Skiptir yfir AK. Sem að það virðist vera að gera. 3-2, það er það er eitt kitt hérna. Papo er lársamt. Vita væntanlega báðir eru í main. Já! Herðu, já. Þeir aldrei settu sokk upp í mig. Já. Það var bara staðan. Frábært retake hjá Vata. Staðan 2-1. Ég átta mikið eins og ná hvernig þetta gerðist, en hei, þetta gerðist. Ég er ótrúlega hrifinn að þið komu margir út í gennum ströndina og tóku kontról bara á Heaveninu strax. Þeir voru að committa aðeins of hart að það í Heaven. Og fristleikmarinn kemur seint inn og joinar fætin. Ég finnst það mjög skemmt. Náttúrulega að sjálfsögðu pizzadringur á að ná frakkina á Papo sem er 0 og nix í HP. Hann náði mér þess að 5 eða 6 kúlum úr byssinu og einhvern veginn ekki eitt er að fyrir hann. Ég meina þeir unnur rándið þannig að hann hlýtur að hafa verið armor. Bara getur ekki hann að vera, annað væri stór mistök, tók ég eftir því. En í það minnsta 2-1, forspæ aftur frá Geir og Kirby svingar í línan, nær einum. Rísvinga, ánægður með þetta confidence frá Vata, nátt þeimur. Loggi droppar þetta niður, þetta er vel gert. Já, þeir eru aðeins gæðri hérna í Anubis, allavega til að byrja með. Vel tímasetting Molli í þokkabót. Þeir virðast vera með tímasettingarnar örlítið betur á hreinu hérna strax í byrjun City Main. Ég eru líka með smókana, tókst þetta því. Vata eru með smókana uppi og þannig þeir vita nokkurn veginn hvað þeir eru að gera hérna. Þetta er óþolandi þegar þú veist að efnahægurinn hjá andstæðinginum Termein er ekki góða besta. Að taka smókin og feysa 2 M4-ar þarna í vatnið út af því að þeir eru svo þrýst samar þarna og ógeðslega þægilegt fyrir spraydown fyrir M4-in. Já, algjörlega. En núna einhvern veginn lítið sem að Geir H geti gert annað en að bíða bara eftir einhverjum killum, sko. Og líka ef við erum að horfa á vopnin sem að Vata er með, 4 AK-ar. Príma er inn í fyrir næsta rond líka. Sem ætti að þannig séð að vera spar og glokku P250 spar, þannig séð. Nefn að þið náu einhverju planti hérna sem ég finnst ákaflega ólíklegt. Þannig að Vata strax byrjar að gera gott mót hérna, snemma í fyrri hálfleik í Anubis.
Daikaiju spottar hann út. Ors að leika sér smá með eldin að mæta hann í degluna en... Ors náttúrulega bara... Lokar á það, næra hann öðrum. Nei, Axel mættur til að hjálpa. Og staðan 3-1. Ígorround coming up hjá Geir. Glokkur, ein digla á Ors sem ætti að eiga nóg í næsta rándi. Lossbónusinn upp á 2. Já, hrifnari á Tekku, en Tekku Armor. Áhugavert. Tippa hérna inn á nániður bombunni. Já, þeir eru að fara mjög niðarlega. Hart á bíð. Sýnist það, ætla bara að vera típiska Rushby. Mollin, Molli. Ná, hérna sléttum treytum, 2-2 og núna 3-3 eftir hérna. Hér í gegn. Eða hvað ætti við? Kirby nær einum, hinn Gerja nær öðrum, nei, tekinn, lætur að fá vappan. Eitthvað sem þeir vildi alls ekki gera, annars smókur að koma út. Þetta er ekki gott fyrir Logge. Pablo þarf að taka eitthvað kontról. Er alltaf að halda? Nei, það má ekki vera. Nei, Roadliver City. Þeir hafa ekki tímar í þetta. Já, núna heldur þú. Eða hvað? Nei, ok, smókur á smók. Gætin á þessu. Gætin. Nei! Jiri fær líka gefins vappa, en ætti ekki að halda honum. Sko, númer 1. Mollin. Ekki góður. Nei, Mollin eiginlega... ég held þeir hafi ekki verið með smoke til extinguishon. Þeir voru bara með eitt smoke sem ég held þeir notuðu til að smoka sæti. Smoka hann í byrjun? Já, þannig að, jú, hefði Mollin lent þá hefði þetta hægt á pushinu og þú veist, mér líður eins og því ég er að horfa á Vata eins og ég sé að horfa á 5 death kick vera utila, sko. Þú veist, það er eiginlega... Það er ekki glós. Nei, ég bara skýt sjálf mér fótið þar en þú veist, þetta wing util er verri en það sem ég gerir, sko. Það er bara algjörlega staðan. Við erum búin að vera að sjá, sko, bara á fyrstu 5 rándunum er ég búin að horfa á svona 3 eða 4 failure til frá Vata. Það þarf samt engan Magnús Carlsen til að kasta molla í main, sko. Bara chokið. Já. Og það basically bara hitt á milli rimlana. Já. Þú veist, þetta er ekkert flokknar en það. En einhvern veginn fer hann allt og djúpt og já, í rauninni selur þetta ránd mjög ódýrt. Ígorránd, við erum að tala bara eitthvað Tekkur. Já, Tekkur Armor, 1 smókur og núna eru aftur komin í vesen því að þetta áttu að vera 100% rándi sem að þeir eiga bara að spreyja niður 34. Já, algjörlega. En hérna, eins og það er sama á pistolhold og ávar. Það tekinn bara í gegn rándumni. Droppið það. Já, við vita hvað eru margir hérna. Þú er búin að heyri í... Kíkir það bara en ég er ánað með þetta. Alltaf skiptast angul til að keyra út En það er bara að koma sér vel fyrir núna, Geir. 3-3. M4R aftur á línuna, lítið til samt sem áður. Lítill Armor keyptur á línuna nema Pabo. Hann ætlar að halda sig við stóra Armorinn. Minnst það mistök. Viðurkenni. Já. Sérstaklega út af því að Terrarnir eiga allavega 2 kauparánd eftir. Já, akkurat. Það er vita líka að þetta var beint á B. Þetta er góðu móli. Sleppur, Greinan kemur þarna íðin á sínist mér, en Axel hljótur að taka móti. Keyrir bara með uspuna hérna út. Næri AK-inn, næri næstu í öðrum. Þetta er geggjað hjá Daikaiju. Powerplay þarna hjá okkar manni. Það er ekki verið að reloada og rísvika. Nei. Þeir voru að hoppa í hann og þarna spilaði vel að komnum öðrum. Spilaði hann aftan á defaultinu og þarna næði leikmanni sem ætlaði að hoppa í tengi og ná Daikaiju. Þetta er enda besta play sem ég sé, sko. Já, ég bara dýrka þetta. Þeir eru ekki búist við þessu. Nei, þetta er for honor. Braveheart charge. En ég meina, gekk upp, virkilega vel. Tryggja hérna 4. rándið sér. Kirby kom með vappan í tengi. Pússa alobíð. Þeir eru að klíra þetta engul. Já. Verða að klíra þetta engul. Þeir eru ekki að gera það, sýnist mér. Já. Halló.
Halló? Vá, hvað hann var lengi. Ó, nei. Vá, hvað hann var lengi að registera hann. Var þetta 4-3? Já. Þetta svona snakk. Þú varst að grínast? Nei. Vá. Við erum að tala um svona 30% styrnaskjálf. Þetta, ok, hann sást kannski örlítið fyrir heldur en hann registeraði en þetta virkilega slæmt í 4-3. Samt sem áður, þú klírar þetta djúpt, það enginn annað. Nei, akkurat, þú getur alveg sort hana, en þetta mistök. Fundamental, við erum búin að sjá mikið af þeim hérna frá Vata, því miður. Svona, í rauninu bara léleg mistök sem einhvern veginn að kosta þá að stráta. Það gæti ég tekin hérna Kirby. Alltaf Kirby hérna, þeir eru allir að fara í inn á æð og Loki einn til að taka mótið þeim. Veit náttúrulega ekkert hvorum meginn þeir eru að fara að koma. Nei, klíra út öll engulinn. Og líka náttúrulega low. Ekki mikið líf til að híga við þetta kallinn. Væri náttúrulega bara geðveikt ef hann allavega einum hérna. Næstu því fellur og hérna ætti Kirby bara að halda alobíinu og sjá hvort hann fá eitthvað frítt. Nei, akkurat. Og þetta í rauninni bara annar rándið hjá Vata aftur. Það sem eitthvað svona lítil mistök kostaði á rándið. 2 leikmenn sem falla. Bara alveg gefins. Og Geir H. ekki lengi að nýta sér það til að sigla þessu rándið. Lappa miði yfir á A. Já, bara geggjað. Vita líka að það aukt heila að taka svo. Ég varst að sé þarna. Á einum, þar á öðrum. Þeir alltaf ekki alveg vorum að halda þessu held ég. Jú, vil ekki reyna á þetta. Jú, keyrir hann upp núna, pítsudrengur. Ó! Hefði þetta verið headshot. Hefði ég farið glaður að sofa í kvöld. Líka á Kirby. Á Kirby, sko. 4-4, eiga Vappa og kaupa M4 til að umkringja hann, en Jútirið ekki til að hrópa húrra yfir, þannig séð. Axel og Papo með 1 flash og 1 smoke á milli sín, restin svona þokkalegir, sérstaklega Kirby og Daikaiju, en Batti ætlar að notfæra sér að þeir eru mögulega að kaupa lítinn armor og kaupir Kekku. Smá hita í tásunar hérna. Æð, alveg opið. Flass í miðju, geggjað flass í miðjuna, en grensan einstaklega góð. Axel er að opna þetta boga. Já, fyrir hérna. Þeir eru alltaf að taka eða hérna. Spurning hvort að Kirby pikki þetta upp, bara gera það. Það verðist vera enginn kominn, þannig að hann kemst í ákjósanlega stöðu, stemma. Daikaiju. Ekki skrínast. Kannski smá. Já, þeir eru aðeins, þetta er líka báðir bræðinni. Þetta er komin með advantageið. Já. Núna bönkarar. Látt þá gera mistökin, skilur við. Ekki mistökin, látt það bara lappa inn og drefta þá, skilur við. En við sáum þetta líka mjög mikið í Kúlbergsleiknum í akkurat þessu marki. Þar sem þeir voru ofta lendið þessu, ná 2-3. Það byrjar bara að hjóla áfram og missa 3 og maður bara svona, þú veist, gott fyrir economyið og riskar líka rándinu. Æðilegt fyrir economy, þeir eiga að lifa hérna 3. Já, og hefði faktisk verið 5 á lífi hefði þeir bönkarað og 2 eftir. En núna er þetta allt á Batta til að gera eitthvað. Lappar inn á rétt sæt með það sem við sjáum hérna. Já, nær einum. Og Loki hérna til að taka móti. Bollin kemur út. Feikar. Nei, það er ekkert annað. Bomban komið niður, Kirby lengst í burtu hérna. Ekki meður, hann steppar nú mikið. Veit af honum, veit ekkert hvar Batti er. Batti í bara geggjaðri stuðu til að taka móti þessu. Já. Og flassið ekki gott. Batti lýrar hann en Batti bara tekur hann. Og þetta er náttúrulega það sem ég segi. Þetta er 5 á móti 2. Og einhvern veginn nær Vata að bara svona, hei, gjör svo vel, viltu þetta ránd? Já. Afhenda þeim bara rándið. Þetta er nákvæmlega sem við erum búin að svona rauði þráðurinn í gegnum CTZ hjá þeim að fundamentals
eru bara ekki til staðar eða þeir eru allan ekki að exekjúta eins og maður hefði viljað klíra angles. En þetta eru, þú veist, þetta eru reynslu mikil leikmenn og eiga ekki að vera að gera þessi mistök, sko. En hvort að bara pressa nógu mikið, þetta er náttúrulega útslata leikurinn og eru mögulega, flott skot í að lokka hérna, tekur pizzadrenginn og Iri hins vegar mættur og er að hitta skotunum sínum, tekur 3, gott spray hjá honum, Pabbo með Bata. Nei, akkurat, og þú veist, við erum að horfa á, þetta eru hvað, núna 3 ránd sem að hafa farið Geir megin bara út af í rauninni svona klunnalegum mistökum hjá Vata og við varum að horfa líklegast á bara allt annað leik, 8-2 jafnvel eða eitthvað svoleiðis fyrir Vata. En hérna sér maður bara munin oft á, og þetta er oft líka bara munurinn á úrvalsdeildarleikmönnum og neðrideildarleikmönnum. Þeir eru oft jafn hittir, það er bara þessi fundamentals sem eru bara barinn inn í hausinu og úrvalsdeildarleikmönnum. Algjörlega. Þú kemst ekki upp með sama bullið í deild þeirra bestu. Algjörlega. Lokki nær þetta 2. Næstuðum við 3. Dinkar líka boga. Gífurlegur skaði sem er gerður hérna. Nú þurfa að tappa inn í miðjuna og treysta á það að Pabbo ná að standa sína plikt hérna á A-inu. Spottaði 2. Veit að 2. Bara halda sinni stöðu sem er bara held í gott í þessari stöðu hérna. Bombarinn í miðju. Já, akkurat. Bogi hins vegar, spottaði tekinn bombarfallinn. Þeir vita það hins vegar ekki. Pabbo gerir sér stóra nær Ors og þá er Batti 1 eftir. Ég held að hann hafi spottað Batti hana. Hann er samt sem áður búinn að vinna 1 svona í síðasta rándi. Já, er Batti að fara að gera þetta aftur? Nei, ekki hægt með þessu. Gott svingarna hjá Daikaiju. Akkurat þegar hann fara að taka línu á Aprikótsuna. Síðasta ránd í þessum fyrri hálfleik 6-5. Vata geta tryggt sig jafntefli í fyrri hálfleik allavega og eiga gott kaup til þess. Núna konir, vantar út til á 1 leikmann en það er algjört mismas á terrsætinu. Á Makka og 1 skátt, 2 galili. 1 AK. Já, þetta er ekki besta kaup í heimi en við höfum séð Geir vera að gera góða hluti á lélegum kaupum. Já, hendið AK-num á Iri, hann er að hitta svo. Algjörlega, það er bara, það er reynda staðan, hann er bara settur á mökkuna. Iri búinn að vera góður í báðanleikjunum. Já. Ace í fyrri. Algjörlega, og Iri er að koma mér á óvart. Ég hef ekki séð hann spila oft, þannig að það er flott að fá svona front seat view af honum akkurat núna. Lokki að komsa. Batti enn og aftur að koma sér í þessa stöðu. Sama dótið. Góð móli, núna er Daikaiju að fara lendið sama á áðan. Það er þetta aðeins verra, en góð móli, næra að hægja á þessu. Á grensu. Lokki komir í góða pósíuna, en hins vegar að gambla á vitlu sæt. Nema hvað, er hann að fara að koma aftan að þeim sem er á búkstæðina. Hann fer teppið. Bombarna róti þetta samt. En hann er með góðbósið nær einum. Lokki Iri, Daikaiju. Nær hann öðrum. Lokki gerir vel í hana, tekur 2. Og þeir þurfa að keyra hérna út BM einn. Kirby fyrir að skoti, Aprikósa nær að fella boga fyrir Ors 1 eftir og vita ekki að Batti hérna. Batti aftur komin í stöðu þar sem að þetta Já, hann er ekki sáttur með það. Nei, skiljanlega. Leit vel út. Pizzadrengur hins vegar 1-10, búinn að taka við af Daikaiju fyrir leik. Það er einhver að standa vaktina, það er bara staðan. Það verður einhverjur næstur. Það er bara þannig. En aftur á móti jaft á milli liðana núna og núna fáum við að sjá hvort að Vata ná að stíga hérna upp í terrhelmingnum. Já. Þar sem þeir voru ekki með mikið af svörum í fyrsta leik. Verða að byrja með einhverju sprengju hérna og verðast hópa sig hérna yfir á miðjuna. Batti með dual brettas. Þetta er eitthvað metadæmi. Ég heyri þessu öllu. Ég heyri þessu öllu. Það er hérna í Bata að taka hann Iri einhvern veginn nært 5 bara í fyrstu 3 skotunum. Pizzadrengurinn ætla að kíkja á hann, Lokki með uspuna, gerir hérna góðan skaða en þeir ætla að fara á stakt sætið.
Þetta erfitt. Ná plantin ekki auðvitað niður, vita af einhverjum í main. Ákveða líklega bara snúa við yfir á B-ið sem ég held að sé bara það rétta í stöðunni. Erfitt hann á plantinu niður eða eru samlokaðir, velja bara einn helminginn og einangra hann fyrst. Ég ekki hrifinn af steppunum alltaf. Nei. Þú veist, þetta selur svo mikið info, rotate kemur inn hraðar, þú veist. Fyrir utan það að pizzadrengurinn þá bara að positiona sig mjög vel. Og ég náttúrulega mættur. Þetta gallin oft við að þarna silentar bara. Jiggla línurnar, silentar upp og reynir að finna fætin. Þið eru 2 á móti 1, þú nær treytinu, nær plantinu og þarna ertu eiginlega með að hlaupa og snemma. Sástu bara Bogi var komin í backupi áður en þeir einu sinni byrjaðar að planta. Já, algjörlega. 7-6 og það var hérna sem að unnu Antíkói sitt. Ég var ekkert að hugsa, fyrir utan það vissa pizzadrengur varna, voru búin að taka fætin við hann fyrir stuttu sko. Hann var einhvers staðar. Hann var einhvers staðar að þeim slóðum. Það bara staðan. Einhvers staðar í Keflavík. Íri takkar hana niður í 60, svarar og lokka. Skýtur hann niður í 12, pizzadrengur kom með vatnkontról, smókur í stiga, Kirby að halda stiga, nei hérna. Hoppar bara út inn í þetta, kemst upp með það fyrir meinið, veit ekki að mann í bak, en honum sama, hann keyrir bara út, veit Íri. Já, Kirby, risastór hérna, ætlar að reyna að bjarga þessu rándi fyrir liðið sitt. Þetta er svo góð ákvörðun. Þetta geggjuð ákvörðun hjá Vata hérna. Fara bara yfir á B-ið. Kirby búinn að valda usla á A-inu. Þeir að reyna að hópa sig í kring og ættan á bombinu þetta niður. Axel, ég held að þú ekki að ná einn M4 þarna. Kirby einhvern veginn galdrar þetta ránd áfram allavega. Sjáum hvort að þeir ná að loka því. Þetta er svo geggjað hjá Kirby. Risastór í þessu rándi. Þvílík spilamennskap. Gott svinga þarna á Íri líka í tröppunum og tekur líka bara rétt ákvörðun að fara CT. Tryggi það þá hann að samloka þá ef þeir eru inn á B-inu. Þannig að bara æðislegt, flott ránd hjá Kirby. Það búið að Íko eða Force vinna bæði rándin í Anubis. Já, hrifin að þessu. Já, við höfum þetta ekki. Þetta leikurinn sem við vorum að búast við. Algjörlega. Ég bjóst við nokkurn veginn nákvæmlega þessu. Svona meikja mistökum. En samt close, mjög chaotic. Þetta var það sem við vorum akkurat að búast við í fyrsta leik, sem við fengum ekki. En fáum það allavega í það mistökum sem núna. Diglur á línuna hérna hjá Geir H. Bomba pikkuð upp af Lokka. Ákvörðun tekin að krossa miðju. Horfum síðan að fær Mólan beint í sig, stengar á línuna, tekinn af Kirby. Þeir inn á B-inu, smókaðar af, vita báðum inn á B. Núna ætti þeir bara að keyra hérna inn. Ná, og ég flott skot hérna. Pizzadrengurinn, ja, hann ekki að bæta í fraggreikninginn og Íri spreyða niður, Batti núna í kunnurri stöðu. 1 á móti 3 núna. Íri góðan skaða. Á einu fraggi, en vill meira. Algjörlega. Spurning dagsins, Tommy. Já. Batti beiter eða? Alltaf einn eftir. Ég veit það. Hvað? Það er alltaf eitt svona í einhverju liði. Já, ekki kannast ég við þetta. Ég ekki heldur, ég er bara oftast döfið fyrst. Ég er bara komin í einhvern tímaleik, sko. Já, það kemst í fyrra á TikTok á milli. Krakkinn alltaf að vakna og ég bara, ég fæ info. The family life, við höfum ekki hana luxus lengur sem gamli kallar, það er bara þannig. 8-7 samt, Vata komin yfir, enn og ný og ekkert spes kaup sem að koma hérna út og gott info hérna frá Papo, já. Og líka Daikaichu, góður fórsvið farið þess að tímklassi en breytir engu, Papo bróðir tilbúinn. Vel gert bróðir. Algjörlega, high-fivandi líklega skot annan, líklega þessi sama herbyggi bara. Eftir þetta tímflas þá myndi ég high-five hann í andliti. Það er fair enough, það er bara staðar. En 9-7, Vata klárlega mætti til leiks núna. Já, við erum ekki að sjá alla þetta masterclass af defense sem við sáum í Ancient frá Geir H. En aftur á móti núna bæránd. Svona fyrsta alvöru bærandi. Já. Þannig að núna líklegast erum við að fara að sjá smá mótstöðu frá Geir.
Já, fyrsti kauprándið eins og bendir á, en þeir voru afskaplega slakir í þannig að vondi sjáum eitthvað örlítið betra, en mér finnst þetta meira puggy map ef þú ert á móti ekki gífurlega strattaði liði sem ég tel Geir H ekki vera, en þeir spila mjög vel af hverjum öðrum. Algjörlega, en líka það sem er skemmtilegt að Vata líklegast eru búnir að hræða smá Geir frá þessu water control. Þeir eru búin að gera tvisvar, þeir eru búin að vera denier tvisvar. Við munum líklegast ekki sjá þetta allt og mikið oftar. Að því þú lendir í þessu og ofta að það gangi ekki upp. Þetta var helsti veggur sem ég hafði áhyggjur af frá Vata, en þeir myndi lendi þessu ekki ná að díla við það, en þeir eru eiginlega bara búnir að slökkva þeim eldi leið. Já. Og ég held að þetta kom ekkert allt og mikið fyrir aftur í sögunni hérna. Aldrei kasta þessu flassi. Ég náttúrulega ekki neitt líka, en fínasti móli hins vegar. Já, mjög fínt móli. Bakkaði bara örlítið í vatni og flassaði hann alveg inn. Vá, ég er alveg hundlega... Þetta er eðlilegt flass. Þetta er munurinn á milli Utila hjá leikmönnum. Góð lína hérna hjá Boga. Já, þetta er það sem við sáum mikið í Ancient líka spila vel að hverju öðrum. Æðislegt flass, þeir hérna nær einum og Bogi og Kó bara tilbúnir að hreinsa. Og líka bara með allt info. Það voru komni 4 hérna á bíðið hjá Geir og hún fer ekkert auðveldlega þar út með þannig firepower. Já, það var aðeins betra Utilana og einungar fætana, en allt kom fyrir ekki. Hins vegar komið vappi á Kirby og þetta vilja spila þetta inn í leitrándið og refsa ef að einhver ítir tengið eða alobið. Tengið að challengea Kirby. Gott pick hérna, mikilvægt pick. Tekur orra út og opnar þetta ránd. Aftur í... Við sjáum líka oft svona meiri panic plays koma frá CT-unu þegar þeir eru einum undir. Vilja jafna þetta út ef þeir geta. Er Páll bara að kíkja? Kíkla hvort annan, vita hver öðrum. Klýrar ekki mólan, gerir bara vel, býður eftir liðinu sínu. Vel gert það. Axel flassar það inn samt. Það var kominn. Pizza tegur ekki í góðum málum hérna. Mollin tryggir það að hann fær þetta kill. Æð opið, en við sjáum að Batti er eitthvað rosa efins að rótita af því. Virðist alltaf vera bara samloka æð og Geir H eru hins vegar meðvitaður það sýnist mér. Byrjar að rótita yfir, búin að pikka upp miðuna. Lokki hins vegar mögulega bara með. En eitthvað líka annar sýnist mér. Má bara ekki falla. Má bara alls ekki falla. Já. Batti. Geggja svo. Lokki vinnur þetta innvíi á miðunni. Það er mikilvægt fyrir akkur Batta að vera stór hérna. Bogi verður að taka hringinn. Sérstaklega þess að smókurinn er, já, eins og þú segir. Kýrir hérna í gegn. Það er alltaf að flassa inn í tengi. Bræðurnir eftir Daikaichi og Papo. Náð þeir að tryggja þetta ránd fyrir Vata. Æðislegt. Þarna erum við að tala saman. Fullkomin tímasetning þegar Papo píkar, vilja báður horfa á hann. Daikaichi tilbúinn bak við súluna. Mjög vel spilað af hverjum öðrum. Lokki gerði ótrúlega vel í miðunni. Alveg þangur til hann reif upp flass. Já, ég held að hann hafi heyrt rótitið. Ég held að hann hafi heyrt í honum steppa þarna sem Silentar Bogi tilbaka og hann er bara eitthvað, þeir eru ekki að koma hérna. Og er gripinn svolítið hann með buksunar á hælanum. Því miður. Diglur enn á ný hjá Geir H er búin að vera close hérna á línni. Hitti þessu ekki. Jú, þetta er náttúrulega þetta er hægur fyrir svona ungan og flottan strax. Gott pick. Giri var í línuna 2. Það er hann að rípika, tekir að Kirby. Konum með flugbröð núna í miðunni. Ef þeir vilja taka hana, allavega verður fínt að fá smókir hérna eða eitthvað Util til að aftra fara og fastrótitinu og infóinu. Þetta er, Geir veit ekkert hvað er í gangi. Þessi smók feilar. Já, það er að koma Util allstar. Þeir veit ekkert hvað hitt er að koma. Engin skilin eftir í miðunni, en þeir eru væntanlega hræddir við að Lokki eða einhver sé þarna áfram í miðunni að halda, þannig að róta þetta ekki strax yfir, þannig að
Baddi einn þarna með digluna í höndunum. Þeir eru, eins og þú segir, frekar hægir og frekar tvistraðir. Þetta er svo erfið tímasetning. Keyra út í gegnum smókin, vita hann mólaðar af. Kirby. Hær einum. Flott pikkinn af Axel. Kirby stóri í þessu rándi, búinn að ná 3. 3-1 og spila bara almennilegt postplant og ætti að vera round nummer 11 sem er stórt afrek fyrir Vata. Ors spottaður, Axel liggur í valnum, Kirby leitar að frakkinu en hérna nægir bara að spila lane. Ekki með kit. Já, þetta er erfitt round fyrir Ors hérna. Grænsum kastað, býst ég að þeir sé bara... Þetta var hálsbreytt frá því að vera afskaplega... Hættulegt sko. Já. Mjög hættulegt þegar þeir læna þarna. Ors hefði náð definu líka. En, reddast í þetta skiti. Gerið það alveg saman, double swinga saman. Algjörlega, og heppilega þá var smá bíl á milli þeirra. Það var luckily endaði það þannig. 11-8 og full commitment núna frá Geir H. Eitt af rándunum sem að þeir þurfa að krækja í ef þeir ætla að gera tilkalla sínum appiki. Það var engan buffer sko, það er bara staðan. Tapaði þessu rándi og þetta bara virkilega slæmt kaup í kjölfari. Kirby, nærna pikka. Skot. Hann kemst upp með þetta, nærna öðrum hins vegar. Ors ennþá fyrir utan, býst með ekki við honum og flott skot hjá Ors. En Rífraki ekki tilbúin að svinga þarna inn í vatnið. Daikaiju. Ors skal alveg viðkynna það að hann er alveg rosalega grimmur. Það er slögt í Ors! Þarna er 2010 Bessi kominn. Þetta var, ég með hann. Já, þetta var æðislega skot hana. 4-3 og núna er besta ákvörðunin að fara bara saman. Þeir eru líka að samloka þetta vel, bara eitt til að taka móti Bogi. Hann þarf að vera hetja fyrir liðið sig. Lappar inn í mólan, heyri honum, vita nákvæmlega hvað hann er, tekin í gegn. Og þetta ætti, já, algjörlega, og ég gerir ráð fyrir því að það er kallið. Leitar að byssu hérna, Daikaiju. Ná, í vappan hans. Ná, í 2 vappa. Bossi. Í rauninni ágætis vopp fyrir næsta ránd. Já. 2 vappar, geta að láta þetta virka. 100%. Baddi og Jiri á vappakur núna og það er enginn hjá Vata að hönda þetta. Eru mjög ánægðir að þeir sé að fara að halda þessum vöppum inn í næsta ránd. Það gæti orðið með falli en vissulega langt að fara til að sækja þetta og ánægðir kannski bara með 12. rándið sitt. Vata er líka einhvern veginn búin að lokka inn seinni helming. Já, þeir líta miklu betur út, meira crisp. Já, ekki jafn mikið af einhverjum svona fundamental mistökum, eru svolítið líka að spila vel af hver öðrum, þannig að þetta er svona aðeins þéttari. 2-16 líka, þetta er erfitt. Þú vilt ekki... Hann fyrir vappa. Já, akkurat á 20 rándum, 2 frögg. Þú ert bara ekki með. Það er bara staðan. Ég líka svona tætleik, það er bara... Takkar það örlítið niður. Vita af einu vapparum. Kirby hins vegar tekur orðræðan út. Enn og aftur, Kirby að finna opnun. Þetta er svo mikið vægt. Hann er búinn að vera að finna opnun í bara flestum af þessu rándum. Já. Lokki kom með pláss. Lokki kom með flugbraut. Smókur í lobbyið, Baddi skilinn eftir. Abrikósa, mólinn er góður. Eittir Badda, takkar hann eitthvað aðeins. Þannig að hann veit að hann takkar meira. Það tekur bara alvöru skada þarna á honum. Daikaiju í einvíi við Boga. Hver hefur betur hér? Þannig að kasta einhver á hann fyrir inn. Lokki er í frábæri stöðu. Hann er í frábæri stöðu. Þeir vita ekki á honum, en það er einn inn í þristinum sem geti komið um á óvörum. Ákvörðun ekki tekin alveg eins og er. Bomban ekki teku upp. Lokki eins og með gott frakk. Bogi með Daikaiju. En Bogi, gráður! Axel með frakkið. En vappa einvíð. Það er nýtt að lokka hérna í playið og Lokki tryggir það og líklega sigur í þessu korti nema Jiri hafi eitthvað að segja um það. Heldur betur, vappin í höndunum og þeir eru komið gennum miðina vissulega. Verið að halda honum æðir í gegn og fellur Vata sigra Anubis 13-8
Þetta var æðislega leikur. Þetta var alltaf leikur að Counter-Strike. Við fengum einhliða leik í Ancient. Anubis leit mjög vel út og Geir H voru að ræna rándum. Þeir voru eiginlega meira að ræna rándum af Vata. Já, við vorum á þetta þannig. Í rauninni var bara Vata miklu betra liðið þarna inn á almennt, ef þetta hefði verið rétt spilað hjá Vata frá byrjun, þá varum við að sjá ennþá stærri sigur. Við varum að horfa á 13-3-4. Það voru þessi rándarna sem þeir gáðu þeim og töpuðu síðan rándin í kjölfarið. Það var ekki peningu sem gerist það aftur og aftur í fyrri, en síðan kemur bara seinni og Vata bara locked inn. Geggjaðir, Kirby geggjaðir. Ná pikkunum átti rísa rándana þar sem hann tryggði hérna eftir að hafa tapað pistolrándinu, hann keyrir hérna í gegn, tekur hérna alveg bak nær þremur, nær að galdra það ránd og eftir það var þetta eiginlega bara done deal. Locked in. Já, þeir náðu einu rándi held ég eftir það, þarna Geir H og það var ekkert meira. Þetta voru bara þessi 2 ránd sem þeir náðu í City. Eins og ég segi, þú veist, þeir voru að ræna rándum, hægri vinstri af þeim, þú veist, þeir voru komnir vel yfir, voru komnir í hvað? 6-3 eða 6-4 eitthvað svoleiðis og leit gífulega vel út fyrir Geir H síðan einhvern veginn eins og þú segir þeir verða locked in, þeir byrja meira að fæta saman. Hvað heldur að gerist þarna á þessari stundu þegar þú veist þeir eru undir, þeir ná að jafna þannig 6-6? Já, sko, ég er rauninu bara, það sem ég held að hafi gerst er að þeir vita upp að sér sökina og hafa verið bara að tekið þetta í klefanum sko. Strákar, þetta eru bara léleg fundamental mistök, við þurfum að laga þetta, þú veist. Þessi ræða líklega tekin af einhverjum að við sjáum bara allt annað lið eftir það. Aftur á móti eru 2 liðir sem að fólk getur tæklað þetta annarkvort rinja eða steppa upp og þeir klálega steppuð upp og lokuðu þessu korti. Setja ykkur hérna í third map upp á hver kemst hérna áfram og hver fer heim. Hver fer heim í kalda sturtu. MVP? Kirby. Já. Átti stæðstu rándin, átti entríin sem eiginlega opnuðu öll þessi ránd sem að tryggðu þeim að flest Loki var líka mjög góður átti sín moment og þannig að ég myndi örugglega gefa Kirby MVP kortinu nr. 2. Ég skal vera 100% sammálaður út af því að mér finnst eins og leið og þetta ránd átti sér stað þegar þeir eru búin að tapa pistol, þetta var dálítið sárt, þú veist, þeir eru undir þetta gæti orðið vesen, þá kemur dálítið byrjandi báða vangi aðna þegar hann hoppar niður úr 5-unni, nær entry, hleypur inn, nær Jiri, þú veist, þetta er power play sko, þetta var alvöru bara confidence og bara mikilvægt og maður fær svona smá bara svona inspiration, maður er bara svona, hann var bara eitthvað, ég þarf ekki að láta eitthvað gerast og hann gerði það og þetta er líka bara svo mikið meðvindur fyrir liðið sitt. Þeir eru bara, við töpum pistol og við áttum þessi failures þarna í fyrri og núna kemur annar shit í helmingur eins og í Ancient. Nope, not on my watch. Já, nákvæmlega þannig. Kirby átti sturlaðan leik en það er spurning hvernig Geir H er að fara að svara í Nuke senasta mappinu í þessari seríu, ekki vera langt. Já, bíllinn er nýlega búinn í nótt, sko. Það er 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið að hekla í allt sem hann hefur átt góð. Og hann er líka nýlega yfirfarinn, það er bara skipt olíu og það skipt allt í bremsu. Fyrst að posta allt. Nei, þú þarf ekki að færa því, við sjáum hann allt fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú döiður! Þú döiður, maður! Þessi bissa er eitthvað stóð. Nei, hann sé ekki döiður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann tala um eitthvað rauðan bíl. Nei, já, klukkan 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Já, passa hann fyrir þig, passa hann fyrir þig. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Velkomin aftur. Það æsispennandi leikur á milli Vata og Geir H. Ætli Geir H standi fyrir Geir H Hardi? Nei, örugglega bara eitthvað gaur sem heitir Geir Hákonarsson eða eitthvað. Já. Vinur. ætli fólk yngri en við viti hver Geir H Hardi er? Ég bara... örugglega ekki. Nei. Ég vissi það valla. Það er það sem ég að segja, ég er örugglega cut off sko, ykkur staðar þeim. Ég vissi hver það var, en ég er svona ekkert margir... Þú nú ekkert mikið yngri en ég, sko. Hvað mótur eftir? 89. God damn. Wow. Ég var alltaf bara að segja god damn nú, skiptir ekki máli hvað var að koma út þér, sko. It was already locked in. Mér finnst það svo ógeðslega skemmtilega mín þegar spurt eitthvað endarastu fólki eitthvað þarna what year were you born? Og bara 19 og það kemur eitthvað svona, þú veist, ancient times. Rísaðilurnar. Þannig líður maður er alveg komin þangað, sko. Lýsa tölvuleikjum. Fólk er svona, hvað? Já, stundum ég að lýsa tölvuleikjum. Ertu ekki 34 ára? Ég eitthvað, og hvað? Já, ég meina, þú veist, í alvörunni, það er algjör, sko, við erum svo ótrúlega heppnir að fá að starfa við það sem ég gjörsamlega elskum því að ég elska þetta jobb. Þetta er uppáhaldið mitt og ég held að ég gæti ekki hætt. Nei, ég ætla að vera hérna svona áttræður. Russia beer. Sko, Jiri sjálfur komin í hjólastól, sko. No offense til Jiri, sko. Ég veit ekki hvort hann sé hjólastól eða ekki. Inclusive sport, það skiptir engum máli. Nei, ég meina við höfum reyndar sérleikmenn í hjólastól sem eru bara að hafa verið geggjaðir, sko. Fyndi samt að við sáum daginn að það er leikmaður í top tier senunni í liði sem að er að spila erlendis. Já. Hann fótbrotnaði. Bara nei, ég get ekki tekið þátt í mótinu. Ég bara, hæ? Hvað meinaru? It's too much pain. En hérna eru allan hnífað upp á helming. Þessi skiptum við sjáum það í kvöld. Mikilvægt að vinna þessa hnífa. Axel í 100%. Þetta er winnable. Já. Þeir eru eftir hversu þéttir þeir eru. Axel Dabbi, það er CT fyrir Vata-menn. Reneimaður geitin í kvöld. Já. Það er bara staðan. Vata gerir ekkert annað en að sigra nema þeir töpuðu. Ég var actually peppaður yfir hnífarándi. Já, þetta er stórt fyrir Vata, sérstaklega það sem við sáum þá ekki byrja vel í terraðan en byrjaði ágætlega í CT. Hvort að það haldi áfram? Hvað er að fatta? Það var rángur spátum hjá okkur báðir. Spáðum báðir 2-0. Ef við bara pakka saman og fara heim með það. Ég held það. En ég er samt... Ekki starfa okkar hefnir. Þú varst á Geir lestinni. Heldur þið áfram? Sko, ég ætla að segja, ég held að Geir vinni en ég er svona... Mér langar að sjá þetta comeback frá Vata, sko. Það væri ekkert verra. Ekki koma neinum á óvart ef Molla vendi að þeir sé að fara niður. Gott push hérna hins vegar frá Geir. Já, mjög gott. Komni niður, enginn til að taka mótið það? Nei. Þetta er gefins. Gratis. Hvað er þetta að tala útlensku? Það er bara staðan. Pítsatrengur, Kirby, Axel. Batti. Æ, það var svo... Rísastór Batti hérna. Ætlar hann að klára 4 eða... Nýva Guðinn sjálfur. Já. Bara ettast 2 byssur, 2 leikmenn til að finna en Jiri er að... 4-3 eða? Nei. Þetta væri reynda að þetta kan pressa frá topnum og niður. Mér finnst það svo skemmtilegt þegar Batti tekur lokka sem að kíkir hérna í téð. Þá er hann Kirby búinn að skjóta hitt í klippu og hörfar aftur til að hlaða. Þá kemur Batti og Lokki bara nú fæ ég að skjóta. Nei. Ég líka hafði ekki undan, ég var bara að kalla nöfnana. Stefán, Batti, Geir. Það er ekki Stefán hérna. Hendur bara einhver nöfn hérna til að halda. Keira henn út. Það er ekki eins og að horfa. 3 keira henn út í skur. Ekla nær einum. Og eftir að Kaiju nær allavega einu við viðbót, þá er þetta orðið ágætis. Sérstaklega ef það er... Þetta er bara... AK. Þetta er AK. Já. Gott ránd fyrir Vata. Betra ránd fyrir Geir hins vegar, en
aftur á móti. Ná honum. Aja. Já, tryggja sér það núna allavega, ef að Vata vinnur þetta ránd, þá bankinn ekki góður hjá Geir. Kirby kom að vappa í þokkabót með smoke, en það engin armor á honum. Komitta samt í full armor á alla leikmennina. Hefði átt að taka eftir því að það væri AK í hendina á senast það, að Makkan úr leik, en leita til Kirby að finna. Smóka getur komin, Loki í reyn. Það að vonast til að fá okkar frýtt hérna. Það alltaf gaman þegar veggir eru notaði bara sem bluff. Það skákleikurinn. Ors hausar þarna niður 19. Vita núna að það eitthvað grunnsamlegt í gangi, Vata. Smá Mexican standoff hérna á milli Pizzadreng og Lokka. Innrössi kemur inn, Axel tekur einn. Tekin á seinast á skotinu hana, en Papo nær 2. Komin, en þeir eru komnir mjög langt. Og gott skot þarna hjá Badda. Lokka hins vegar bætir í, Pizzadrengur liggur í valnum, Baddi einn eftir. Búið að spotta hann og búin að skjóta frá sér. Einn niðri, Daikaiju. Hurð opnuð, Vita hann inni í ískur með bombun á bakinu. Setning hjá Papo flottir í þessu randi, nær 3 og heldur þessi inni hreinu. Og þetta var sem við vorum að tala um, peningurinn ekki góður núna hjá Geir, forsa sig niður og sitja svolítið leikinn upp fyrir Vata ef þeir taka þetta ránd. Algjörlega. Þá þeir að sjá fram á mögulega 3-2 forskotjana. En það sem að Vata átti erfitt með í City-setinu sinu var að halda þessum hröðu pússum frá Geir H. Já, það var áður en þeir voru locked in, mannstu. Það var áður en þeir voru locked in. Nú eru þeir locked in. En Smókveggur kemur hérna út. Þetta bara mjög svipa og pistonrandi á hann. Geir hérna leit grena fyrir reggin. En tryggja bombuna! Kirby nær einum. M4 kominn samt í hendunar á Jiri hér. En Vita af bomban komin aftur í hendunar á Boga. Já, komin hérna niður, en aftur enginn komið niður. Jú, Daikaiju niðri. Einn hérna. Geta chilla hérna. Þeir þurfa þannig sé ekki að... Nei, faktiskt ekki, en gerar væntanlega rótiti núna. Daikaiju væntanlega kallar hann að smoke. Plantið. Fake. Athyglisvert. Plantið komið niður, Vita að þeir eru í single. Bergósa gerir vel, tekur þarna Ors út. En þeir eru að halda vendinu. Daikaiju feikar þarna, Steffi, opnar, vel gert hjá Jiri og Boga. Allt í hennu 2 á móti 2. Klippmann kláruð, aftur á bombuna. Opnar, Loki! Já, þannig erum við að tala saman. Loki nær 2. Þetta var orðið mjög hættulegt og líka við förum svolítið yfir þetta ránd. 3 ennþá að halda uppi. Já. Það ekki spes. Svona pínu. Daikaiju góður upp stöðu og þeir ekki byrjar að pusha inn í doppul. En samt svona maður að hugsa rampmaður mögulega í tíunu eða eitthvað. Já, ég skil hvað meinar, en mér líður samt mjög vel í þessari stöðu þegar ég með kontról á control-room og já, þú veist, ég skil hvað meinar og út af þetta var orðið hættulegt líka allt í einu. Þetta var alveg sem var tengdist í líka að þeir voru með single og vegg-kontróli alveg. Flott gott hjá Kirby en heyra í honum fara hérna niður. Ég samt bara í einum, þannig að og lína hérna hjá Daikaiju nær öðrum. Nána bakka, vel. Sýra vel hérna. Heldur þessu bara, veit ekki alveg hvert þessu smókur fór hins vegar. Opsi. Erfiður slagur fyrir Pizzadreng, Tekkan ekki frábær í þessu færi. Leggar Boga, Kirby. Kirby mjög heilsusamlegur ennþá. Takkar hann í 84. Keira hann niður, ekki að ná að tengja hérna gott supporting flash. Jiri komin á vappan, vitum að hann öflugur á vappanum. En hins vegar 4 eftir, kemur hann upp, býst hann við manni uppi. Nei, gera það ekki. Og ég átti að fara eitthvað annað með bombuna, en hann takkaður niður, þannig að nú er með erfitt verkefni. Daikaiju niðri heldur því, einn komin í hellið, halda vappa, hann pikkar hann upp þegar að rándið klárast ef þeir vinna.
lappar inn í og Pétur Logi tekur hann. Það fyrir ekki Logi. Já. Loggvélin kaupir sig hérna aftur. Sjáum ykkur að Galila líklega koma hérna út. Eða Mökku. Já. Full armor á línunni samt hjá Vata sem fínt fyrir Vata á móti þessari Mökku en Geir í pinguvesinni hérna náðu anti-íkónu vissulega á fösturándinu en í rauninni verið mjög samfærandi Vata síðan þá. Kemur smókurinn út aftur út enni. Já, það ekki. Lúkar eins og inni. Það sýnist að vera feikvekkurinn aftur og Pabbo fer bara niður í venti hérna. Hefur áhyggjur að þetta gæti verið úti pussi niður en það ekki að koma. Engin close, pizzadrengur klíra það út. Pabbo rétt staðsettir hérna. Axel. Góðir mólar hægja vegna vissulega á þessu rísastóra. Pabbo! Nær alltaf tveim, reynir í þriðjum, Batti nær að svara. Batti þá einn eftir á mótið þrem, kunnuleg staða enn og aftur. En Daikatsu, Batti! Þetta rosalegt skot! Hann að hitta drengurinn. Bomban hins vegar ekki á góðum stað fyrir Batta. Hann þarf að opna hurðina í þokkabót aftur. Niðurstöðlega það að bomban á vonlausum stað fyrir hann. Kirby með ágætis línu. Þetta geralegt samt. Já, það vissulega. Núna þurfum við að horfa bæði nægur tími fyrir Batta. Var að íhuga að fara rampinn hana, ég hefði ekki hatað það. Pikkar upp grensu. Nota grensuna sem cover. En Skot hjá Kirby. Það var líka, þú veist, festist held ég pínu. En að nota grensuna sem cover til að ná í bombuna ekki... Hvort að það hefði verið planið, veit ég ekki, en þetta var lænað þannig upp. Já, það leiti vel út. Já. Það var mjög góð hugmynd og glæsilegt skot á Daikatsu. Pása, fyrsta pása kvöldsins komin út og það Vata sem tekur hana. Já, mér finnst stórmerkilegt að þrátt fyrir að hafa tapað 13-0 þá tókum við ekki eina taktikal timeout. Það hefði ekki verið ástæðan við töpuðu 13-0. Gæti verið. vorum að kryfja þetta. En töff að taka pásu, strákar. Við erum mögulega búin að nutta nógu salt í sári. Já, en ég meina þeir unnum app og eins og góðvinnu minn Vin Diesel sagði í Fast and Furious, doesn't matter if you win by inch or mile, winning is winning. True. Það bara staðan. Og hvergi betri leið til að gera það en with your family. Nákvæmlega. Family. En 4-2 og peningurinn alveg vonlaus hjá Geir akkurat núna. En Batti að hitta en alltaf senast á lífi. Já. Ég byrjar að fara að setja svona smá spurningamerki við það. Þú ert að hitta svona vel, viltu ekki fara eðans framar? Loki missir þarna einn leikmann niður allavega, Bogi hitti Daikatsu hana með skátnum. Og nú ertu vesinni, Sá hann. Þarna minna ekki miklu. Batti komin hérna inn. Abrikósa Já. Á uppi, ætlar hann að koma upp vendið? Hittir ekki. Hann í vesinni. Flott skot hana. Loki fullkommittar þarna inn í miðjum inngangurinn með íþrótta. Já, þetta ekki besta svona staðan fyrir hann slag. Og ég vildi vera svona hátt sem áll þarna úti. Svolítið hægt rándi hérna frá Geir núna. Að bíða eftir ykkur. Hugsanlega bara reyna að ákveða hvað vilja gera hérna. Og ég eins og er tekinn af Kirby. Pizzadrengur að vinna sig upp aftur. Vill þennan slag greinilega. Já, Kirby segir bara nei. Ekki í dag. Og með einn Batti heldur áfram að taka leikmenn niður hérna. Já, heitir ekki þessu skoti hins vegar og staðan 5-2. Og já, Batti klárlega að reyna að lokka inn í hann fyrir liðið sitt með 11 kill, Ors með 0, Pizzadrengur aftur, ekki sjáanlegur, eins og allavega, hefur tíma til að ná sér upp, en hann vill vissulega ekki aftur lenda í, hvað var þetta, 2, 18, 19 eða eitthvað, það var... Einhver ringi 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5 eins og skot og planta Pizzadrengin.
Ánægður með þennan. Þetta er áfram að fá einhver ný lúk svona á útisæðinu. Mætast. Æ. Hver battar þetta á undan? Fattu þetta hvoruð, held ég. Ok, Lokki bakkar. Bakkaði bara úr þessu. Þetta munar litli grenan. Ekki eftir klippuna. Close. Smókinn er að beita hins vegar ennþá 2 fasti fyrir aftan hann. 1 komið niður. Hinir 2 þurfa ennþá að krossa fram hjá Kirby. En Ors tekur 1. Kirby er bara að hitta því miður fyrir Geir. Þeir eru búin að gera svo vel í þessu rándi að koma sér í framalega stöðu en einhvern veginn þá jafnar samt Kirby þetta fyrir þá. En maðurinn sem verður í eldlínunni klálega finnst mér líklegt allavega er Daikaiju. Sér glitta í hausinn, vinnur þennan slag, þurfti að gera það líka með 2 í líf, Axel líka. Baddi hlýtur reyni í hann er með molla. Veitu, þetta Baddi aftur? Aftur einn eftir. Ég hrifin að þessu. Mollin út. Gerði sér grein fyrir því, vita núna hvað hann er niður kominn. Og nær í bombu, 35 sekundur eftir á klukkunni. Og Daikaiju niður í fyrir. Spottar hann út. Takka fyrir grenuna, gerir sinn skaða, 7 líf. Ekkert að grínast, Axel. What a shot. Já, þetta var glæsilegt skot hjá honum. Sko, það er eitt í þessum sem ég langar svolítið að krifja með Badda. Ég veit ekki hvort hann er að halda þessu lurk-off dæmi, en oftar en ekki, þú veist, við erum að sjá núna Geir committar rosalega 1-1-1. Já. Og ég set bara meira spurningverkið, þú veist, þeir eru svona fáir eftir og vinuðin er að fara að taka ískrið. Af hverju er þetta ekki nær honum til að treyta hann eða eitthvað svoleiðis. Þetta einhvern veginn endar alltaf að hann deyr og sem lítið hverju Baddi og hann er alltaf bara ennþá í lobbyið. Innrössið, strángheðilegt. Það er Pabbo og Axel hreinsa þetta 7-2. Byrjar að sjá smá pirring koma í Orsarna. Hann leit ekki vel út, Heavenmaðurinn var ekki með góða línu, var ekki að ná svona góða angli, en aftur á móti Pabbo tekur það upp, pikka það upp fyrir hann og þá gekk þetta. Sumir í þessari stöðu myndu positiona sig og ekki taka seinni 2, bara að reyna að koma eins marga og getur. Já. En traust þarna á liðsfélagann sem var inni. Lokveikur, kemur út. Kemur sér yfir í reyn, sá hann ekki krossa sig til mér og Kirby enn og aftur að opna fyrir sína menn. Já, Kirby er búinn að vera lykilmaður fyrir Wada hérna síðustu 2 kortin. Það er ekki að labba eftir þeim, ég myndi ekki hata það. Það er hættilega smókar fyrir það, en aftur á móti Pizzadrengur gerir lætinir uppi, segi ég, og þá er þetta allt á Daikaiju að taka móti þessu. Það er kontakt núna, veit af þeim, reynir að lifa grenan líklega skóð, hægir á þeim, heldur bara línunni. Einfaldlega aðeins nekkri. Það er góðir smókar. Fljótir að ná þeim út, en Lokki hins vegar kominn hratt í bakið. Já, einhvern veginn er Geir að galdra þetta ránd hérna. Mikilvægt innvíð hérna Axel á móti Boga. Klíðangrúft og ég hefur betur velspilið á honum og eftir stíka 2. Pabbo og Kirby og Vappa. Já, góð greina og aðeins heldur ódýrt þarna Ors, en þá er þetta á Jiri og Kirby. Það er þetta að spamma þetta. Mættar að hlaupa í hina áttina kallið minn, en þessi Vappan nýðustaðan fyrir Vada sem að mögulegt er. Þeir eiga alltaf peninginn til að kaupa líklega bara restina af rondunum, þannig að kannski ekki þetta stæðst að missa Vappan hana. Ég er mjög hrifinn af hvað Geir H er búinn að gera í öllum þessu róndan. Þeir eru búinn að kasta sömu smókum aftur og aftur og aftur. Þeir eru búinn að koma með mismunandi lúk og já, núna loksins kemur bara lurk niður og taka fætin við double.
Sko, það sem að ég var núna eiginlega að byrja til í að sjá frá Vata bara einn mann í secret til að deniða bara þetta info. Það búin að vera lítil hætt á rampinum og getur alveg sendt einn þarna inn til að loka á þetta, pussa þetta niður og þá ekkert mikið eftir fyrir Geir allavega við það sem við erum að sjá, sko. Það gæti jú komið vappa á rampin núna, þannig að... Það ætla líklega að vera inni rush hjá... Já, hvað? Eru svona pósaðir fyrir fram að rampin? Já, þeir eru meira að pæla í honum allavega. Já, og líka vita þið þurfa að vinna þetta. En þarna kemur secret bossið og Batti núna loksins kominn í framlínuna og það að skila sér. Núna þurfa það bara að púsa á rampin. Það held ég. Og Batti að hreinsa hann sem fyrir niður. Ég má ekki falla hérna. Það opnar fyrir möguleikan að koma. Það getur jú komin í passífari stöðu, býst við honum upp rampin en... Ramprössi kemur, Kirby. Nei, hvað eitt ég segi. Ég bara gerir ráð fyrir þetta að vera Kirby að það var vappið hana. Virkilega gott skot samt sem áður. Ors komin að vappa. Kirby. Nei vinnur, ég vappin. Sýnir Daikaichu hvernig að taka þetta skot. Gott pikk hjá Pappo. 3-3. Þetta hægt. Velgeralegt en Pappo verður að bíða eftir finu sinum sem eru hvergi nærri við að geta challengea með honum. Gott. Jingle þarna veita núna einum. Kemur flash út fyrir hann. Svingar á því. Nær ekki að klára hann. Halda. Já. Gott pikk. Nær hann öðrum. Hann leggar hann. Við erum að tala hefði þetta klárað hann. Þetta var unnið ránd. Já. Ég segi halda þegar henni í 1v2 og... Vá. Engin trú, engin traust. Nei, þetta líka svo óheppilegt að hann leggar hann. Akkurat, hefði hann ekki verið að stökkva. Þá hefði þetta bara verið clean retake hjá Kirby. 7-4 og bæði lið klárlega þurfa þessu rándi að halda. Já. Við vitum að 7-5 helmingur bara nokkuð góður helmingur fyrir Terra almennt. 5 rounds alveg gott. Góð pósa að lokka hérna. Kemur gólbröstið, Pappo! Og tryggja hérna 8. roundið sitt, Vata, staðan 8-4 og mikið í húfi í þessu pistolroundi. Uppkomandi. Tökum samt eftir því að það eru 2 leikmenn í liði Geir H sem eru sitja á einu fraggi. Báðir með 1-11 og aftur pizzatrengur. Já. Búin að hafa 2 frekar slæma leik. Allavega hálfleik. Ég man ekki hvort hann hafi enda með 2 kill í síðasta leik. Já. En það þýðir að hann með 3 kill í 32 roundum af Counter-Strike. Já. Það er erfitt. Já. Erfitt fyrir sjálf. Það rosa vont í útsláttarleik. Ekki performance sem að þú vilt sjá. En vonandi nær hann að rífa sig hérna í gang, hann og Ors, til að tryggja Geir hérna sigur. Ég ætla bara að Vata að sigla þessu heim. Skemmtileg staða. ætlar hann að skjóta á hvern nákvæmlega. Íri hins vegar ennþá funheitur eins og hann búinn að vera. Mikið í þessum fight. Íri standa í báða lappir, Pappo eins og Lár og challengear hann. Daikaichu kemur í bak. Þetta vel uppsett, eiginlega bara óvart. Og bomban! Bomban! Ó nei, Pappo. Pappo! Hvað í gangi hérna? Neo í Matrix komin hérna næri einhvern veginn. Ég ætla að gefa Vata það. Virkilega vel spila rámt hjá þeim. Já. Daikaichu poppaði þetta inn á besta tíma til að taka út Íri sem var helsta ógnin til að þetta rándum myndi ekki ganga upp fyrir þá. Og Batti næstu búinn að skemma þetta ránd. Meðan á Pappo þarna í stökkinu og þá hefði þetta verið doable en aftur á móti komast þér allir niður og þá eiginlega öll von úti. Örvænting, mögulega að grípa sig hjá Geir og þeir forsaðinni þetta ránd full force. Línu meginn, Akar og Mökkur. Og þeir ætla að taka challenge úti sem að gæti verið mistöð með við. Loki bara tippi-tappi. Það honum þarna
spot á boga í main. Vita þá að líklegast enginn upp í heaven. Og það sem er hættulegt við þetta rándi er líka þetta forspæ frá Geir. Er að fara að búast við þessu samt? Já. Papo vakandi fyrir þessu pushi. Batti hins vegar close með Novuna, en Axel virðist ekki ætla að fara nálægt honum. Daikaiju tryggir hérna A-sætið. Vita einum. Nei, not like this. Daikaiju. Ó nei, þetta er allt í einu. Áttum ekki eins og á hvað fór úrskeiðis í þessu rottu. Ég áttum ekki alveg. Þeir voru komnir í framalega stöðu í lobbyinu vissulega. Þeir voru 5 á móti 2, eða ekki? Já. Nei, 3, fyrir ekki. Og eru með Heaven. Ég er áttum að hver Jiri fékk þessi 2 pick. Það við sáum ekki á kamerunni. Nei, tók ég eftir. En það sem ég fannst svona rauði þráni gegn af hvað gerirðu leið og terrarnir eru komnir í bak Heaven? Já, það er bara lobbyið, það er bara... Hvað var Axel að gera inn í ískur að opna ískur og molla? Já, ég er alveg samanlegar. Þú veist að það er búið að cleara sætið. Þú veist að þetta er alveg cleared. Axel á bara að vera að halda lobbypushinu. Þannig að alveg mjög valid shoutout á það, sko. En hérna kemur rampussi Axel hins vegar nær einum. Batti aftur á shotgun. Verður að taka vel á móti þessu Orri. Sem hann gerir ekki. Orri bara... ekki að hitta fram og tilbaka þessi leikur. Það er Papo. Og Grena nær honum ekki hins vegar. Jiri hins vegar á vappanum. Ég retake, erfitt retake líklegast á vappanum. Ég gæti á bull, vita að geta bara komið single og vita núna 100% það er einni single. Jiri grensa smókin, kíkir. Daikaiju! Fullt tvöfald af í gegn nær frakkinu, Jiri low. Og hann ætlar að halda vappanum. Hann vill halda honum. Ekkert annað sem hann getur gert. Flassa reynir að fara hérna með henn út. Daikaiju hins vegar er örugglega að fara að koma í veg fyrir það. Vill ekki leyfa honum að halda þessu. En þeir deyja líklega spáðir hérna. Já. Hér er mér. Tryggir það vappin deyr. Og Papo með thumbs up. Þetta er eins mikið bros og frá Papo. Já. Veit að vappin var hérna, gerði vel. Peningurinn aftur. Þegar við byrjum hennar leik, þá sögðum við þetta verður brawly. Þetta er nákvæmlega það sem við erum að fá. Bara algjört fight út í gegn. Þetta er geggjaður leikur. Það er bara staðan back and forth og engin, þú veist, lógík bak við hvernig rándin eiga að fara. Það er bara, við erum að sjá hérna Egos að vinna á móti Guns og öfugt og það er búið að vera svolítið sagan í hérna síðustu 2 kortin. Já, skilja. Útsetningu núna aggressífur, mjög framalega. Þetta ætti nú 100% að klíra með að grensa, næ, samt ekki. Já, klíra hann ekki. Og Flassi hins vegar á fullkomnum tíma, allir að horfa nær einum. Og næstu í 2. Lokki lár, mjög lár. Lokki vill væntanlega ekki... Já, ég ætla að segja vill væntanlega ekki píkið þetta með 10 líf. Kynna bara samt. Batti er að hitta hins vegar. Það er bara, hann má eiga það kallinn, Batti búinn að vera að hitta skotunum sínum. Gott pick hjá Axel, lappar inn í gegn, hata þetta ekki. Alls ekki, en Oros klár, bakkar hérna í glugga, veit að þetta getur verið nákvæmlega það sem að er í gangi og sko, gefið vissulega, það er 1 kit og það er að boga, hann er með diglu og það er stór sens í rándi. Algjörlega, þetta er líka fyrir Vata game winning round eiginlega. Setja sig upp fyrir sigur ef þeir vinna þetta. Spurning hvort það verið spottaður. Ég er ekki 100% viss. Held ekki. Komin í geðveika pósu núna. Orri fær líklegast eitthvað úr henni. Nei, Axel, lokar á það. Treyta miklu HP samt sem á. Ég held að þessu báðir til að taka mótinu. Axel! 2K fyrir 11. rándið! Vata með comeback eftir 13-0! Þetta var svo mikilvægt frá Axel. Þetta var huge. Þetta er ótrúlegt! Huge transfer yfir á seinni gæjan, nær þeim báðum og núna er að duga að drepast fyrir Geir. Þeir forsa sig aftur niður
og já, Vata. Hvað að pikka Ancient? Góður punktur, mjög góður punktur alltaf með hvernig sáleikur fór, en hræddir við lobby crunchið, gamla góða. Já, þetta líka Loki, setni, nær ekki setni hins vegar, en aftur á móti komni með gott real estate úti, Aprikosa búinn að ná öllu svæðinu þar held ég. Já. Hann er að fara í bakhefin eða? Já, og Papo líka góður að taka móti hérna rampinu ef það kemur. Daikaiju, bræðurnir eru hérna í crossfire. Gott pick. Vá, hvað er clean. Já. En við búast ekki við öðrum. Daikaiju held ég með þetta algjörlega og þetta round lítur vel út fyrir Vata. Vita af einu hérna. Og í hausa enginn upp í heaven samt sem áðurinn, pizzadrengur 22 HP, MP9, þetta fyrir 12. rándið og hann æðir ekki henni smókin en Aprikosa það fragg nummer 2 í 2 rándum sem hann nær á leikmann hjá Ískur. 12-5 Vata með stæðsta comebackið sem ég hef séð allavega á stórmeistaramótinu. Algjörlega, þetta og líka ef þeir eru sagt mér að eftir 13-0 smoke showið í fyrsta leiknum, þá hefði ég aldrei giskað að þetta myndi fara svona. Papo leikur líka. Papo pop-off. Já, Ungstyrnið sjálft. Hann búinn að vera alveg geðveikur í þessum leik. Það bara, hann má eiga það kallinn núna að stíga upp fyrir liðið sitt hérna að reyna að tryggja liðinu sinni sigur og inn í hvað? Beint í 8 liða? Þetta 16? 8. Aprikosa getur Jiri reyndar að fara mögulega að hjálpa henni. Axel búinn að opna hérna, tekur pizzadreng. Einnig heaven. Með MP9-una ekki slagur sem hann vill taka. Gefur þetta. Góð grena líka. Hann reynir aftur. Papo. Loki. Þetta alltaf hrynja. Daikaiju missir hann hérna. Ors bústaður vissilega upp og nær fragginu þarna en Jiri nær bara einum. 1 á móti 3. Ors verður að vera risastór til að halda þeim áfram inn í þessari seríu. Bomban úti. Hann má ekki fara í gegnum lobbyið. Já. Kirby gerir vel hérna, fer úti. Kirby tilbúinn fyrir þetta. Ors þorir ekki að labba í gegn. Fyrir alla leiðina úti og í VIP. Engi séns að þegnir. Nei, ánægði með þetta líka. Vita að þetta upp á sigurinn. Hann vil gera allt rétt hér. Ors, það komið upp heaven. 1 smókur á honum, ekki. Þetta 1 in a million ef Ors nær að galdra eitthvað hér. Þar höfum við það. 13-5 Vata. Wow. Í núk koma tilbaka eftir 13-0 tap. Já. Og vinna seríuna 2-1. Hver heldur að stuðullin hefði verið að þeir myndi ná ever að snúa þessu við eftir 13-0? Ég get ekki gert mér hugalend það út af því að þetta var bara amazing. Þetta var æðislegt og líka bara allt annað lið. Við sáum þá ekki bara nánast handalausir í fyrsta leik. Já. Og bara mistök eftir mistök fyrri helming af fyrsta korti sem bara lokt inn restina. Mér langar að segja fyrri parturinn og svona 2/3 af fyrriháleik í Anubis voru ennþá klöðamistök. Já. Síðan verður bara eitthvað törn. Já. Leið og þau byrja að strengja 2 ránd saman. Já. Kirby næri sem hetjustælum þarna þar sem hann kemur og hoppa niður 5 og nær 3. Bara eitthvað klikkar. Já. Og allir byrja að fragga. Algjörlega. Þetta var bara æðislega síðan. Ótrúlega gaman að horfa á þetta skrappi. Orðið kannski sem við vorum að leitast að. Bara mjög skrappi leikur. Fram og tilbaka, Ígor-rounds inn í bæ-round og öfugt. Og það var einhvern veginn alltaf þannig. Hættulegustu roundir fyrir bæðiliðin voru bara eitthvað þessi Ígor-rounds. Og þetta var bara geggjað. Þetta var gott kvöld. Geir Há samt með frábært run. Náttúrulega 13-0 sigur í Anubis. Nei, Ancient fyrir ekki. Og síðan
byrja ágætlega í Anubis og en síðan finnst mér eins og, við getum hrósað Vata eins og við viljum og mér langar að hrósa þeim með eitt annað þar sem ég held að Geir H hafi ekki alveg náðað svona, það var að þeir voru að draga það bara út í djúpulaugina í þessum bara, ef þið ætlaði ekki að koma og trade-fragga á mót okkur, þá erum við bara að fara að FPL-a, bara svinga inn í öll angles, gera þetta saman og það virkaði. Getum við talað Kirby í Anubis líka? Líka Kirby var bara, klárlega bara hélt þessum Anubis leiki uppi með öllum pikkunum sínum. Við vitum að Anubis getur verið erfitt að spila þegar þetta fyrir eitthvað dreift á milli sætana og leiður búin að ná þessu eina pikki þá ertu byrjað að sjá CT-an að byrja að skrappa. Reyna svona hvert þurfa að fara og þá fá info hér og þá færa 3 yfir þangað og tilbaka. Þannig, og þetta svo langt sem að þú þarft að labba alltaf á milli og þá þetta orðið bara miklu auðveldara fyrir terrana. Og Kirby var bara mjög oft að ná þessum pikkum og gerði Anubis-leikinn miklu auðveldara fyrir liðið sitt og var líka mjög góður í Nuuk. Það var að fragga vel að úti á vappanum, Papo í Nuuk, bara star performance. Klínískur. Já, bara æðislega skot, var að vinna eiginlega bara nánast öll einvígin sín. Daikaiju byrjar að hitta líka verulega vel, þetta var Loki, var eiginlega nokkuð solid líka bara í, þeir voru, og Axel líka, þeir voru eiginlega allir 5 orðnir nokkuð vel lokt inn hérna hjá Vata. Já. Fannst mér. Ég skal vera sammála því og þeir voru allir að fragga þannig séð. Erfitt samt að sjá performance til dæmis frá Ors og Pizzadrengur, 2 erfið möpparna í endan hjá honum. Þú mátt náttúrulega ekki lenda líka í þessu þú mátt lenda í þessu í hvaða leik sem skiptir ekki máli en riðlaleikur, fæn, útslattaleikur í útsendi. Verður að performa. En við vitum vissulega að pressan getur verið mikil fyrir marga og hvernig þeir díla við það. Sýndist bara Vata vera of stór biti fyrir hann í dag allavega. Og Ors líka ekki leikmaður sem ég bjóst við að eiga svona erfiðan Nuuk-leik. Góður leikmaður og hélt klálega með betri leikmörunum í liðinu sínu en eitthvað hefur ekki verið að smetla í Nuuk hjá hann. Töluðum hann fyrir áður en leikurinn byrjaði að hann væri svona leikmaðurinn sem væri líklegast sterkasti leikmaðurinn á server. Já. Síðan sáum við Batta bara rosalega góðan. Batti var geggjaður, Jiri var mjög góður en þar, þú veist, eina með Batta var bara, mér fannst það hann var að fragga oft en hann var einhvern veginn að ná fröggunum svona þegar það var orðið átti ykkur go clutch, klálega en á stóru leiti voru fröggin hann svona little bit too late, ef þú veist hvað ég á við. Hann svona, þegar þú ert líka orðin þannig að þú ert að hitta svona vel og ég fatta kannski að þú ert að spila lurking role en ef þú ert að sjá liðsfélagina eins og Pizzadreng kannski með eitthvað eða taktu hana fram línunni, skiptu bara við hann, gefðu honum léttari pósuna, verð þú firepowerið núna, bakkaði aðeins, skilur og það er allt í lægi að vera bara eitthvað, ég er að hitta í dag, skilur og góðu liðin gera þetta oft, þú veist bara eitthvað, I'm on fire og þú þarft að vita líka þegar þú ert orðin smá svona liðinu þínu ekki til góðs eða fattar, finnstu auðveldari liði til að fragga ef þú lendir í þessu dæmi og þetta er kallað svo að skipta gír byrja yfirleitt allir þegar byrja að segja að byrjum með 5. gír, ég ætla núna bara taka fætana, síðan ertu slegin niður 2-3, þá ertu komin í 3 og síðan það gerist oftar, þá bara 2. og 1. og síðan ertu bara að byrja að reyna að taka alla fætana eins auðvelt og þú getur. Þannig að það virtist ekki vera að gera það og þá náttúrulega sérðu bara 1-15 og 2-18 eða eitthvað. Já, því miður. Geir H. úr leik Vata, 3. sæti í 8 liða úrslitunum sem hefjast núna á þriðjudaginn. Þú ert að fara erlendis, þú horfir, ég er ekki á þriðjudaginn, ég verð á fimmtudaginn, þannig að það verður einhverjir frábærir með ykkur hérna á næsta þriðjudag. En MVP í þessari seríu? Þetta er alveg erfitt, toss-up er á milli líklegast Papo og Kirby. Ef við erum að tala þú veist, impact-wise var Papo stærri klálega í Nuuk, þótt að Kirby var 100% nummer 2 þarna, átti góð picks og þannig að en ef við erum að tala þú veist, impact total yfir alla seríuna, þetta performance í ánum í mappið 2 sem eiginlega guaranteeaði Victory, myndi ég örugglega gefa Kirby það. Já. Sammála? Ég er 100% sammála. Ef þú tekur seríuna heilt yfir, það er no doubt að Papo átti samt þarna star performance í Nuuk, klálega. Já, hann bara átti það mapp skuldlaust en þetta voru allir að hitta það vel líka, þetta svolítið, þú veist, varði einhvern veginn Jú, þú ert geggjaðir, en við erum að tala impactið sem að Kirby var með í Anubis, þá klálega myndi ég gefa honum MVP-ið. Hann þurfti að steppa þarna upp á tímapunktinu sem hann gerði til að tryggja að þeir kæmust á í 3rd og klára þetta. Já.
Á þeim orðum þá ætlum við að kveðja ykkur hérna úr Swiss Systeminu í stórmeistaramótinu. Við erum búin, við erum að fara í 8. úrslitin næsta þriðjudag. Túnið inn, endilega horfið. Takk fyrir kvöldið og við sjáumst þá.